Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið heil og sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 17. júlí. Sumarið lætur bíða eftir sér hér á höfuðborgarsvæðinu. Votviðrasamt hefur það reynst og verður eitthvað sinn, en vonandi fer að sjá meira til sólar hér á komandi dögum. Við færum góðar kveðjur austur og norður þar sem blíðviðrið leikur við landan og maður sér það reyndar á umferðinni að það eru margir sem að tía sig þangað nú þegar. Svo það hagkerfið íslenska. Verðbólga mæltist í síðasta mánuði 5,2% og við bíðum eftir því í næstu viku, nánar tiltekið 23. júlí, að fá næstu mælingu Hagstofunnar. Það verður áhugavert að sjá hvernig það fer, en flestir gera ráð fyrir því að verðbólgan verði talsvert yfir því marki sem að sett var varðandi mögulega endurskoðun kjarasamninga. Hún fer fram mánaðamótin ágúst-september. Þá hafa tíðindi við Hormúsund í átökum Írana við Ísrael og Bandaríkjamenn ekki gefið mönnum ástæðu til bjartsýni og olíuverð virðist ætla að haldast hátt og það mun gera okkur skráveifu eins og öðrum þjóðum. Tímabundin virðisaukaskattslækkun ríkisstjórnarinnar á þessari tilteknu vöru mun því sennilega ekki duga til að teygja okkur undir þetta mark sem að samningsaðilar settu sér þegar stórir kjarasamningar voru gerðir hér á sínum tíma. Það herpingur í hagkerfinu, við finnum það víða, en þó voru þetta líka jákvæð teikn á lofti sumstaðar. Eitt jákvæð teikn sannarlega svo staðreynd að frá maí í fyrra og fram í maí á þessu ári, þá fjölgaði störfum í landinu 1000. Þetta eru góðar tölur í sjálfu sér ef ekki væri fyrir þá staðreynd að 96% af þessari aukningu hjá hinu opinbera, aðeins örfá störf hjá almennamarkaðnum. Ragnar Már Gunnarsson, vinur þáttarins, hann bent okkur á þetta og sýndi okkur tölur sem hann tók saman frá Hagstofunni. Hvet ykkur til að sjá þessa mynd sem við vörpum upp hér í því sambandi. En svo það Evrópumálin sem við ætlum að taka fyrir hér á þessum vettvangi og reyndar ástæðan fyrir því að við höldum þættinum gangandi í gegnum sumarið langt. Það var í vikunni sem að Já-hreyfingin sem hefur farið mikinn á síðustu vikum ákvað að birta myndband sem að sýndi það hversu dýrt að vera að kaupa í matinn á Íslandi. Þau ákvað að notast við mjólkurlítran sem eining sem þekkt í pólitískur umræðu til þess að útskýra fyrir fólki svona blákalda veruleika sem að fólk býr við þegar að kaupa matvöru. Margrét Rós Sigurjónsdóttir sem varaborgarfulltrúi Viðreisnar, hún tók að sér það verkefni að útskýra af hverju mjólkin væri raun og veru miklu dýrari hér á Íslandi, ekki heldur en í Svíþjóð, ekki aðeins í krónumtalið heldur líka út frá lágmarkslaunum. Vandinn bara sá að þeim varð fótaskortur á svellinu við gerð myndbandsins. Mjólkurlítrinn á Íslandi kostar ekki 380 krónur, að minnst kosti ekki bónus á krónunni. Þar kostar hann 243 krónur. Í ljós kom þegar þessar tölur voru uppfærðar að mjólkurlítrinn á Íslandi í raun og veru ódýrari hér heldur en í Svíþjóð. Ef að röksemdin var sú að við ættum að ganga í Evrópusambandið vegna þess að mjólkurlítrinn væri dýrari hér heldur en í Svíþjóð, þá þau rökfallinum sjálfsig. Og það verður fróðlegt að sjá hvort að Margrét Rós og kollegar hennar skiptu skoðun í ljósi þessara nýju tíðinda. Þetta mál varpar á sama tíma ljósi á mikilvægi þess að fólk fari rétt með hlutina, að staðreyndir liggi á borðinu og það sé ekki verið að afvegaleiða fólk í umræðunni. Þau keyptu myndbandin út og báðust afsökunar á þessu og því ekki ástæða til að ætla að þeim hafi gengið neitt annað til en að upplýsa almenning það sem rétt var. En maður hefur áhyggjur af því að ef að fólk getur ekki fundið út úr því hvað mjólkurlítrinn á Íslandi kostar, að þá geti orðið enn torveldar að útskýra fyrir fólki flóknari hluti sem að varða þessar aðildarviðræður. Við ætlum hins vegar að munstrast við það hér, gerum það á síðum Morgunblaðsins á mbl.is og í Spursmálum í hverri viku, á hverjum degi og reyndar á hverri klukkustund. Við fáum stundum bágt fyrir, en verkefnið það að upplýsa þig það hvernig staðan í raun og veru í þessum efnum. Og ég ætla að fá hingað til mín í lok þáttarins Konráð S. Guðjónsson hagfræðing og fyrrverandi efnahagsráðgjafa ríkisstjórnarinnar. Við ætlum að fara yfir þessi mál, meðal annars matvælaverðið sem virðist vefjast fyrir fólki.
Af hverju matarkarfan dýrari hér heldur hún á Spáni og Ítalíu og hún í raun og veru dýrari fyrir okkur Íslendinga heldur matarkarfan í þeim löndum fyrir það fólk sem þar býr. Konráð mun útskýra það. Við ætlum líka að fara yfir fréttir vikunar með góðum gestum úr ólíkum áttum. Þeim Jóni Kristni Einarsinni sem sagnfræðingur, doktorsnemi við Chicago háskóla. Hann að gera góða hlut í alþýðufræðslu á sviði sagnfræðinnar. Svo það Edda Sif Pálsdóttir sem hefur staðið í ströngu í tengslum við heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Fótboltinn mun að sjálfsögðu vera hér í, kannski ekki aðalhlutverki en stóru hlutverki þegar við förum yfir fréttir vikunar. Fylgist þið með þessu og meira til hér á næstu mínútum. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Kynnið málið á samsungmobile.is. Mannvirki, byggingar og hallir. Hvað sem þú vilt byggja, þá framleiðum við byggingarefni framtíðarinnar. Limtré Vírnet. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Út af mýja, það alveg svakalega láteiða yfir samfélagsmiðlum stjórnmálafólksins okkar þessa dagana. Það var því gott að fá svart á hvítu frá Bryndísi Haralds í vikunni að ef Ísland gengur í ESB að þá batni veðrið ekki. Sanna Magdalena flúði gráman hér heima og skellti sér bara út fyrir landsteinana í sólina. Það líka bara eina vitið, í alvöru. Þórunn Reynis, þarna hjá Úrval útsýn, hún hefur ekki undan að selja pakkaferðir sem bara fólk tekur einhver neyslulán fyrir og öllum drull. Frontkameru og sjálfur kóngurinn var staddur í Dublin á dögunum þar sem hann sötraði á einum skítköldum íslatti sem kostaði bara skíð og ingenting. Það náttúrulega bara allt betra í Löndunum en að Rússúlu. Íslenskasti Íslendingurinn skellti sér á landsmót hestamanna liðna helgi. Hún elskar íslenska hestin, meir en allt. Í alvöru, bara meir en allt. Maður fær eiginlega bara flashback í forsetabaráttuna þegar hún bara plataði þetta hálfa þjóðina til að rétta upp hönd ef hún elskaði íslenska hestin. Muni eftir þessu. Þetta alveg ógleymanlegt og strangheiðalegt svona manipulation. Þokka Gunn ræddi við Sölva Tryggva hitt á þetta og bara aðalega þetta í hlaðvarpinu hans í vikunni og þar sagðist hún ekki vilja vera svona stjórnmálamaður sem myndi ekki skrifa sig í sögubækurnar. Svona basically sagði hún það einhvern veginn, já. En hún vill bara að það verði munað eftir öllum glóríunum sem hún hefur gert og það bara allt í lagi. Narrenburgin okkar hefur ekkert að gera í sumarfríinu annað en að leita af Samúel, tímaritinu. Ekki aðna sama saxofón eða einhverjum álíka heiðusmönnum sem bera þetta nafn. En nú skulum við bara leggjast öll á eitt og hjálpa Jóni að finna fleiri Samúel. Ragga Konna fagnaði 42 ára afmæli á dögunum en hún lítur ekki út fyrir að vera deginum eldri en 35. Kræst hvað hún lítur vel út í alvöru. Ísdrottningin deildi geggjuðu húsráði með alþjóðavikunni og sýndi hvernig hægt að ná svona fornum borðbúnaði úr Valhöll aftur eins og nýjum. Nei, nú séu spjósna mínar. Ekki gera, ég í æfingarbrosum. Eina sem þú þarft vaskafat, álpappír, matarsódi, salt, heitt vatn og æfingabuxur. Já, þær eru algjört must, æfingabuxurnar. Svona var hún. Sést þetta. Þá förum við í fréttir vikunar, þær hafa verið af margvíslegu tagi. Ég fengi til mín góða gesti úr ólíkum áttum. Það þau Edda Sif Pálsdóttir, íþróttafréttamaður á RÚV og Jón Kristinn Einarsson, sagnfræðingur sem nú uppfræði þjóðina með nokkuð nýstárlegum hætti það hvaðan við komum og kannski hvert við erum að fara. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Takk. Edda, ég komst ekki hjá því að hnippi þig og fá þig hérna á vettvang út af frábæru umfjöllun ykkar og utanumhaldi á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Já, takk fyrir það. Þetta hefur verið risaverkefni gerir ráð fyrir. Risaverkefni og ég man bara dagana fyrir þá hugsaði maður svona einhvern veginn út í hvað maður að fara. Þetta er einhvern veginn langstærsta stórmót sem við höfum farið inn í og 104 leikir virkar þá svona ég svolítið ill yfirstíganlegt eða þannig. Svo bara einhvern veginn fyrir að stað og allt í einu eru bara 102 búnir og bara 2 eftir. Já, og maður kannski vorkennir ykkur ekki mikið þegar maður skoðar yfirferð Infantinos hann náði bara 2 leikjum á dag, kallinn. Hann búinn að fara held ég 2 hringi í kringum jörðina eða eitthvað á þessum dögum síðan heimsmeistaramótið byrjaði. Já. Þannig að já, hann hefur
farið lengra en við. En þetta það skal ekki lítið gert úr því að halda utanum þessa leiki, sýna þetta, fjalla þetta, greina þetta. Það stórt teymi sem að kemur að þessu og umgjörðin mikil. Já, samt örugglega færri en þið mynduð halda. Já. En þetta einhvern veginn, stundum smellur þetta bara. Og þetta einhvern veginn, sérfræðingahópurinn okkar hefur verið alveg frábær. Hafa öll svona ólíka kosti einhvern veginn og koma með svona hvert sitt einhvern veginn að borðinu. Tæknihliðin öll gengið líka ótrúlega vel. Það hefur bara svona rúllað, smurt og þannig einhvern veginn hefur komist í gegnum þetta, sko. Já. Svo er þetta náttúrulega bara alveg brjálæðislega gaman, þannig að mann er engin, sko, vorkunn saman hvernig þið litið á það. Mótið hefur verið frábært. Stórkostlegt mót. Já. Og svo veit ég hvort að maður litast svona mikið sjálfur af, sko, því ég var að hlusta bara eitthvað útvarpið á leiðinni hingað og þá var einhvern að tala um að riðlakeppnin hefði verið svo leiðileg og eitthvað. Mér fannst þetta allt brjálæðislega skemmtilegt. Já. Og maður einhvern veginn, það er alltaf einhver fegurð í hverjum leik, finnst mér. Það er alltaf einhverjum svona sigurvegar og við fengum þannig Grænhöfðaeyjar og Curaçao og það allt sem að svona, er svona í upphafi móts einhvern veginn og svona leikmenn kannski sem maður hafði ekkert séð mikið áður en eiga sér skemmtilega sögur og þá dettur maður inn í það og þannig að það gerist svolítið í riðlakeppninni og svo taka svo þessar stóru hestarnir við í svona undir lokin. Þetta er eðlis ólík svið riðlakeppnin og svo loka frágangurinn allur á þessu. Já, það er það sko. Og svo fikk ég skemmtilegan post frá bara mann út í bæ sem hafði tekið saman alls konar upplýsingar að því sumir hafa kvartað yfir þetta sé svona stórt mót og svona mörg lið og eitthvað en allavega samkvæmt hans samantekt sem var alls konar tölfræði, sko, mörg skoruð, svona risastórir sigrar, eitthvað svona ekkert af þessu hefur fylgt því að mótið hafi stækkað svona mikið. Þannig að það er ekkert sama sem merki að það sé eitthvað leiðilegri leikir eða minni spenna eða eitthvað þó að það séu fleiri lið. Nei. Jón Kristinn, þú sért sagfræðingur, þá hefur áhuga á fleiru heldur en fornöldinni og því sem áður gerist. Þú fylgist veit ég vel með fótboltanum? Jú. Ég náttúrulega bara gert það eins og allir landsmenn. Og ég einmitt sammála Eddu að það einmitt sko, þrátt fyrir þessa miklu fjölgun, þá er engin munur á gæðunum að því það virðist frá fyrri mótum. Ég reyndar aðeins lent í því að mér finnst eins og leikirnir séu oft á sama tíma og ég er að svæfa son minn. Já. Þannig oft er fyrri hálfleikurinn svona hálfleikurinn í móðu en svo nærma seinni hálfleikurinn. Ertu ekki með í eyrað með þá? Ég þyrfti reyndar að gera það. Já, það er svolítið gert. Nei, maður þarf að byggja upp tengslinn við börnin á fyrstu æviskeiðunum þannig að þetta er algjörlega, þetta er versta hugmynd sem ég heyrt. Sleppa fyrir hálfleiknum. Nei, en þetta eru 48 lið, þá fer maður auðvitað klóra sér í kollunum því að við skulum ekki vera þarna. Nú er umræða að þetta mót verði enn stærra og fjölmennara á komandi árum. Já. Það hlýtur enda með því að við komast aftur á HM. Það er eiginlega það eina sem maður hugsar, þú veist, það er eitthvað, þá hljótum við að enda þarna. Já. Og maður einmitt spyr sér sko einhvern veginn af hverju þetta gerðist þarna 2016 og 2018 og svo virðustu vera einhvern veginn ég veit ekki, kannski ósanngjarnt að segja langt frá þessu núna, svona, já, undankeppnin var nú ekki alveg þannig, en jú, það hlýtur að gerast, en ég veit samt ekki alveg hvort að það sé við viljum, að það sé fjölga ennþá meira. Já, við kannum vilja það sem Íslendingar. Já, bara því leiti meina ég, en svona almennt séð, þú veist. Já, það hljóta að vera einhver mörk á því, sko, þegar menn fara að hleypa inn þarna einhverjum algjörlega ömurlegum liðum. Já. Það er það sem maður ímyndar sér, þó svo að einhvern veginn staðreyndirnar segir það ekki núna, en það hlýtur að liggja þarna einhver lína einhver staðar þar sem að Hvað með þá árangurinn einmitt eins og nefnir hvað merkilegastur 2016 leið maður að segja og þetta síðan í Rússlandi var þetta heppni? Er þetta tilviljanir sem ráða þess að boltinn hefur rataði netið hjá okkur? Eða hjá andstæðingnum? Þetta held ég að þetta sé samspil margra þátta, en mann finnst samt svo skrítið að hugsa til þess hvað stutt síðan þetta var miðað við hvað manni líður eins og við séum langt frá þessu núna. Og ég veit ekki alveg hvað það er. Maður heyrir samt að ég hlusta ná mikið á svona fótbolta hlaðvörpum að svona almennt finnst mönnum eins og liðið núna sé einhvern veginn ekkert sambærilegt við liðið sem við áttum þá. En það var svona margt sem einhvern veginn, ég held að karakterinn þá og í þeirri samsetningu af leikmönnum hafi einhvern veginn spilað stóran þátt í hversu langt þetta lið fór. Og þeir voru líka bara búin að spila saman lengi, gekk vel hérna í undir 21 ársmótinu, nokkrum árum og undan, hann þetta var svona, já. Það eru töfrar auðvitað í hópíþróttum hvað þetta varðar, hvernig menn smetla, það skiptir máli að vera með öflugan þjálfara sem að drífa liðið áfram mánaði þeim túr. Það er það sko. En svo er líka fegurðin við svona íþróttir er náttúrulega svo að það er oft bara eitt augnablik sem getur snúið öllum, það er eitt víti sem er varið eða mark sem leikur inn og þá verður
sagan allt önnur og við fyrir að hugsa hlutina á allt annan hátt. Snýst leikurinn algjörlega við. En maður horfði samt á sér liði núna eins og Curaçao til dæmis og eitthvað. Eru við ekki betri en Curaçao eða hvað? Við betri en þeir. Já. En þannig að, já, ég veit ekki, það þarf einhvern veginn allt svolítið að falla með okkur, held ég. Og ég man eftir því, sko, ég fekk alveg mikla gagnrýni fyrir það að spurja Heimi út í Rússlandi eftir síðasta leik, svona hvort að hans, kannski fólki fannst það ekki tímabær spurning, ég veit ekki, en ég vissi að ég var ekkert að vera að hitta hann aftur í bráð, ég spurði eitthvað svona hvort honum fyndist við eiga heima á þessu sviði og fólk var sko sármóðgað og fannst þetta bara astanleg spurning og eitthvað svona. En svona núna hugsa ég stundum til þess, bara eitthvað, nú hefur við ekkert verið þarna í grenndinni síðan, þannig að þessi spurning fer kannski verða réttmætari og réttmætari. Já, það hefur kannski forspárgildi. Hverju mótinu sér líður, ég veit ekki, já, vonandi ekki. Ég er með eina spurningu frá sonum mínum til ríkissjónvarpsins og þín og það varðar tæknin að þetta settsiður því. Ég hef nú komið í stúdíó A, þetta heitir það, og þetta stórt og mikið stúdíó í flestu tilliti en það er ekki svona stórt. Þetta eru töfrabröð hvernig þið náðu að búa til þessa mikla hæða á vegginn og þessa glugga. Já, töfrabröð er sko algjörlega rétt orðið og þegar þú kemur þarna inn og áttar þig engan veginn að það sé svo einhver allt annar heimur sem býður þín þegar þú sér þetta heima í sjónvarpinu. Og þetta er bara svona tilbúin heimur, þú veist það er bara búin til þessi ásýnd og svona element tekin úr bara svona grafíkmótsins og svo líka bara einhvern veginn þessum heimur sem búin þarna til og þetta er allt bara með einum takka færumst við til dæmis í HM-kvöldinu þá eru við framar og það er bara gert með einum takka, þú veist við færum okkur aldrei og myndavélarnar eru alltaf bara stiltar einhvern veginn inn á svona einhverja punta inn í þessum gerviheimi sem eins og segir miklu stærri, það eru gluggar sem við tölum það lengi hvort að þú veist, gluggarnir óraunverulega stórir en þeir eiginlega mega líka alveg vera það því þetta hvað sem bara platt heimur. Þetta er fantasíuveröld. En ég skil ekkert hvernig það virkar, þú veist, við getum fengið til dæmis bara ólíkt veður þannig að það er dimmt eða kvöld eða skilur allt þetta. Ég get ekki útskýrt, þetta er bara eins og tölvuleikur. Það vont og getur ekki útskýrt, það var einmitt ástæðan fyrir Ég er ungur maður að það. Nei, þetta er bara gert eins og tölvuleikur. Og svo til dæmis þegar lýsendurnir kom inn, að þetta eru svona eins og 3 álmur í rauninni inn í þessum heimi. Þeir standa inn í þessari álmu, en þeir eru samt bara alveg við hliðina á okkur. Þannig að maður þarf alltaf að passa að horfa ekki, þú veist, þannig að þú væri hérna, þú ert samt þarna. Þannig að ég má aldrei horfa hingað. Það þarf að blöffa. Já. En þetta er þá bara grænn bakgrunnur, það sem menn kalla green screen á ensku. Græna gímaldið og síðan teygja menn með tölvutækninni þessa myndu. Já. Þetta er ótrúlegt. Og það eina sem þarna er bara borðið og við á palli. Já. Og meira það ekki, sko. Ég vil útskýra fyrir áhundum að allt það sem er hér fyrir aftan okkur er raunverulegt og þetta eru raunverulegi viðmælendur. Þið getið ekki stólað á það þegar kemur ríkissjónvarpinu. En þá að mótinu. Förum aðeins yfir sérstaklega undanúrslitaleikinn milli Englendinga og Argentínu. Englendingar voru með þetta í hendi sér. Jón, þeir skora þetta mark, þeir voru miklu stöður maður bjóst við þarna í fyrra hálfleiknum en örlögin gripu í taumana. Já, það leit þannig út að þeir hefðu þetta í hendi sér á mínútu 70 eða eitthvað en svona eftir á hyggja þá náttúrulega var þetta allt bara einhvern veginn upptaktur að endalokunum og þeir náttúrulega litu bara að berja sig eins og harðfisk og það er kannski þetta kvart yfir því að dómarinn hafi ekki stigið inn í en menn verða náttúrulega bara að svara í sömu mynd ef þeir lenda í svona átökum, sko. Þetta voru mikil líkamleg það var mikil snerting í þessu og alveg frá fyrstu mínútu menn lágu hverjum annað þveran þarna á fyrstu 3 mínútu leiksins. Já, akkurat. En það er eins og englendingana, sko. Nú hef ég ég er fæddur 96, þannig ég man eftir EM 2004 og HM 2006 og allt frá því að ég fyrir að muna eftir mér og ég hef alltaf haldið með Englandi, sko. Langamma mín var ensk þannig að ég svona nýti það sem ákveðin rökstuðning en þá verðist einhvern veginn alltaf skorta hennan andlega herslumun sem þarf til að vinna þessi mót og það er einhvern veginn ég veit ekki hvað þeir geta fundið hann, sko. Maður hélt samt að þeir væru komnir með þetta núna eftir að sigur á Mexíkó og það voru alveg komin svona úrslit þar sem þeir sýndu karakter, að nú sé einhvern veginn tíminn komin. En nei. Þeir hafa náttúrulega bara einu sinni unnið, það voru heimavelli 1966 fyrir 60 árum eins og margótt hefur komið fram. En
tilfinningin þegar maður horfði á leikinn var og þegar þeir skoruðu markið og þeir fara að pakka einhvern veginn vörn og koðna niður þarna bara inn á sínum eigin vallarhelmingi, það var svona eins og þeir tryðu því ekki að þeir varu á leiðinni í úrslitaleikin, að þeir væru bara undir einhverjum álögum. Og líka svo mikið eftir þá og þjálfarnir þeirra hefur náttúrulega verið sko harðlega gagnrýndur eftir þennan leik fyrir að hafa bara pakkað í vörn og einhvern veginn skiptingarnar sem hann gerði voru líka þess eðlis, þannig að það er kannski ekki beint svona háttaður risið ef að það staðan í undanúrslitum á móti liði eins og Argentínu sem búið að sína á þessu móti að þeir geta alveg lent undir og komið tilbaka alveg sama hversu lítið þeir eftir. Þannig að... Og það einn eldgamall maður, kóngulóin í miðjum vefnum sem að einhvern veginn á þennan völl bara þegar hann stígur inn á hann. Já. Er það ofsögum sagt Messi? Nei, bara ótrúlegur galdramaður sko og ég held að það hefði enginn átt von á því þegar við vorum að fylgjast með HM fyrir 4 árum að hann yrði ennþá, þá vorum að tala það hvort hann myndi hreinlega leggja skóna á hilluna eftir það mót og nú hann bara ennþá í fullu fjöri, er hann markahæstur á mótinu ennþá? Hann... Já, þeir eru 2, hann og Mbappé, þannig að þeir geta báðir ennþá. Þetta bara með reynum ólíkindum sko. Já. En það bara eitthvað svona ára sem hann greinilega hefur bara með sér. Bæði liðsfélagar hans og aðrir, það eitthvað svona ómæld verðing sem þarna og það fylgir líka bara held ég þessum argentíska fótbolta. Þú veist, þetta er bara einhver önnur skepna. Þetta bara allt annað heldur en þú sér bara að þú horfir upp í stúku ástríðuna og tárin og svekkelsið og þetta allt saman. Hann í guðatölu og maður sér það best þegar það brotið á honum. Þeir mæta allir. Það mætir all liðið og slag skjaldborgum mann og þeir reyna að minnst hvort að berja einn. Þannig að það einhvern veginn viðkvæðið. Og þetta myndi ekki gerast hjá öllum, þetta myndi aldrei gerast hjá frökkun til dæmis, sem með allt annað geðslag. Já. Það eitthvað í Argentínumönnunum sem svona, þetta fungerar fyrir þá, myndi alls ekkert gerast á mörgum öðrum stöðum. Blóðheitir. Já, og þessi svona samheldni, þú veist, að vera tilbúin að fylgja sér að baki einhverjum einum. Það ekkert svona, og sér það ekkert alls þar. Nei, og oft sko þegar að leikmenn eru komnir í svona guðatölu, þá fara þeir bara að soga til sín alla orku, soga til sín boltann og drepa allt líf í liðinu. Og það verðist einhvern veginn einmitt hið andhverfa eiga sér stað hjá Argentínu sko. Og núna vita að þetta öllum líkindum síðasta heimsmeistarmótið hans, þannig að það kannski ennþá meiri þorsti. Jú, það væri óvænt ef hann kemur aftur að fjórmálaliðinu. En þeir munu síðan núna mæta Spánverjum. Spánverjar unnu Frakkana. Ég gekk út frá því sem vísu að Frakkar yrðu heimsmeistarar, þeir höfðu einhvern veginn farið þannig í gegnum þetta mót, eru svo ótrúlega sterkir. Hörður Magnússon mætti hér í dagmálaviðtal sem við birtum á mótnið þess leiks. Hann spáði að þetta myndi fara eins og það fór, þar sé að þetta taktískur leikur sem að Frakkar myndi ekki ráða við og það ótrúlega var að þeir sáu bara aldrei til sóð, það voru svo Spánverjarnir stýrðu báðum liðum. Þeir náðu greinilega bara inn í veikleikana þeirra því að Spánverjarnir höfðu alveg sýnt veikleikamerki á þessu móti en Frakkarnir höfðu ekki gert það. Alltaf verið bara svona ótrúlega heilst eftir einhvern veginn og við hugsuðum öll bara þetta besta lið á mótinu og þeir vinna pottið aftur. Það svona svo skrítið þú lendir í einhverju smá mótlæti, þú veist þeir voru að fá þessu fyrsta markið á mótinu í þessum undanúrslitaleik á móti Spáni og þá bara einhvern veginn þeir voru bara svona slegnir niður. Einmitt. Og það líka oft sko, manni sýnist Spánverjarnir vera með svona bestu liðsheildina á mótinu, kannski þeir og Argentínumenn og ég er nú engin fótboltasérfræðingur en manni finnst það oft vera galdurinn við þennan landsliðafótbolta að ná að búa til góða liðsheild úr liði sem ekkert endilega hittast allt árið. Og, eins og gerist í Íslandi. Já, akkurat. Og þannig að manni grunar að Argentínumenn mun ekki komast upp með það sem þeir komast upp með á móti Englandi eða á móti Spáni. Þeir mun ekki leyfa þeim að berja sér sundur og saman sko. Nei. Þá komið að mikilvægasta hlutanum, hvað segið bronsleikin? Ekki allur vindur úr, er meiri vindur úr englendingum en frökkum? Ég held að sé meiri vindur úr frökkum. Sé meiri vindur úr þeim? Já, það einhvern veginn, svo ég tala um geðslægið, þú veist, það eitthvað svona sér frönsk fíla. Og þetta gerist líka hjá kvennalandsliðinu og oft bara í öðru samhengi. Nú vona ég sé ekki stígun einu tær, ég sé þið horfi báðir svona einkennilega á mig. En ég sá að hún var komin leiðu þeir fengið þetta mark á sig og þá hugsaði maður bara, já ok, þeir hafi ekki andlega styrkin eða samheldina eða hvað það sem þarf til að snúa. Já, bara komið skeifa og bæði þeir og þjálfarinn sem var bara augljóslega komin í fílu á hliðarlínunni. Og ég ekkert viss að þeir ná að finna gleðina einhvern veginn fyrir hennar leik á morgun.
Fyrir utan það að ég get ekki séð David Beckham aftur sáran í stúkunni. Nei, það var átakanlegt. Það var átakanlegt. Það sem að maður finnur til með þeim manni. Svo mikið á hann Eftir allt sem á hann hefur verið lagt. Já. Nei, ég held einhvern veginn, þú veist, þeir eru svo ótrúlega sárir. Búin að vera í þessum tvískipta ból, alla keppnina með 66 og 26 og þetta allt saman. Einhvern veginn held ég að þeir geti grafið eftir einhverju meiru heldur en Frakkarnir á þessum tíma. Já, mér fannst þeir bara að vera svo rosalega búnir á því þarna í síðasta leik. Já, kannski. Og Mbappé sennilega eldast við eitthvað markamet og eitthvað, hann verður til í að skora nokkuð mark. Já, en Kane og Bellingham eru svo sem að gera það líka. Karl Konungur, hann mætti á einhvern bar daginn eftir, sturtaði bjóri í krús og sagði að það er full ástæða til að drekja sorgum sínum hér í dag. Við höldum Englandi. Þannig að við vonum að þeir vinni Frakkana. Ég er ekki alveg trúaður á þetta og þú, Frakkarnir eru svo mikil grjótmunningsvél. Ég reyndar. En svo er það þessi risaleikur á sunnudaginn, Spánn, Argentína. Og þetta eru þetta stórveldin á sviðinu, Evrópu og heimsmeistarar. Og þetta snýst ekki bara um bikarinn, þetta snýst um stjörnuna á brjóstið. Hvernig fer þetta? Sko, það er alltaf mjög óalgengt að lið verji titilinn. Það hefur bara gerst tvisvar, síðast 60 eitthvað. Þegar Brasilíumenn gera það. Ítalirnir höfðu gert það þar áður. Þannig að í fyrsta lagi er það ekki mjög algengt og í öðru lagi er mjög óalgengt að sko liðið sem að tryggja sig áfram í seinni undanúrslitaleiknum vinni. Hitt liðið er búið að fá auka dag í hvíld. Þannig að það er allavega það sem sagan segir okkur. Tölfræðin segir okkur að Spánverjarnir vinni. Já, hún gerir það, en svo eru Argentínumennir búin að fara í gegnum það marga leiki á þessu móti þar sem að þeir mæta einhverju mótlæti og þeir eru með þennan Messi-faktor. Þannig að núna akkurat einhvern veginn finnst mér eins og Argentína muni hafa þetta. Já, sko ég vona að Messi vinni, maður einhvern veginn heldur með honum. Já. En mig grunnar að Spánverjarnir hafi það undir, sko. Þeir eru bara einhvern veginn það massífir. Svo er ég alltaf voða hrifinn af Rodri þarna á miðjunni af því hann er eiginlega eini leikmaðurinn í heimsfótboltanum sem að girðir treyjuna ofan í. Já, það er þess vegna. Ég sakna þess mjög mikið. Mér finnst svo aðstæðanlegt, þeir eru alltaf með búningi svona lausan og einhvern veginn flagsa. Illa til hafðir. Hann er best girti maðurinn á heimsmeistaramótinu. Ég held smá honum líka, sko. Já. Og girðir hátt. Já. En svo ertu með líka þessa Messi-Jamal sögu. Það eru 20 ára á milli þeirra og þeir eru að mætast þarna og síðasta heimsmeistaramóti hans og það eru margar svona skemmtilegar sögulínur í þessum leik. Jamal er þetta stórkostlegur leikmaður og það verður tilhlökkunarefni að fylgjast með honum áfram. En ég persónulega held að vona að Argentína vinni, en það er svona blundar fól í mér hvað eitt atriði var og það er að ég hef alltaf verið mikill aðdáandi Cristiano Ronaldo frá því að hann var í Manchester United. Og ef að Messi tekur þetta aftur núna, þá svona harnar aðeins á dalnum. Þá er þessi umræða bara búin. Já, syni mín er alltaf að spyrja, hver er besti fótboltamaður, hvort er Messi betri eða Ronaldo? Og ég hef alltaf getað sagt að Ronaldo, en Messi er heimsmeistari. En ef hann er tvöfaldur og búinn að verja titilinn, þá einhvern veginn fellur mér allur ketill í eld. Já, ég held svolítið að þessi umræða sé búin, sko. Ég held það líka. Já, ég held það. Þannig að mér er óhætt að halda um Argentínu. Ég ætla að meta þetta. Já. Við sjáum hvað setur. Gangi ykkur vel með þetta og við hérna fylgjumst náum með þessum leikjum báðum tveimur. Annað atriði sem kom upp í vikunni var þar þessa Evrópusambandsumræðu sem að margir eðli maður samkvæmt þreyttir á, en við verðum að halda út frá til 29. ágúst. Það var þar þessa mjólkurfernu uppákomu hjá Já til að sjá liðunum, þar sem að menn töldu að mjólkurfernan kostaði eitthvað allt annað en hún í raun og veru gerir. Fylgdust þið með þessu máli úr fjarlægð? Já, svona úr fjarlægð, já. Hvað var það, 380 krónur þegar hún kostar raun 243 ár. Ég skilst reyndar að þetta sé eiginlega nákvæmlega sem að mjólkurlíturinn kostar í melabúðinni. Já, það er reyndar útskýrt ýmislegt. Útskýrt þetta mál. Já. Ég hélt að þetta væri einhver sojamjólk úr hýjalínu eða eitthvað svoleiðis, sko, en hún er kannski enn dýrari. Ætli það ekki? Nei, ég meina þetta er svona eitt af þessum málum þar sem að ég hefði enga hugmyndum tilvist þessa myndbands fyrir hann að koma í ljós að það var villa í því og þá verður það svona fréttamál sem að sýnir held ég bara fram á að það er bara mjög virk umræða og gott aðhald þó það sé hásumar í þessari ESB umræðu og hérna, já, ég meina þetta náttúrulega bara hefur verið leiðrétt og þau átt ekki myndbandi út og svona, þannig að hérna. Þetta er náttúrulega vandræðalegt samt, sko. Ég hef ekki getað sagt þér nákvæmlega hvað mjólkurlíturinn kostaði fyrir að hérna áður en þetta gerist, en ég vissi að hann kostaði ekki 380 krónur. Já, þannig að það er kannski skrítið að það hafi enginn hann sagt eitthvað, heyrðu, býtu, kostar hann þetta? Þetta er svo svakalugu mun. Þetta er svo mikill munur nefnilega. En svo er fólk kannski bara með hugan annað og eitthvað, ég veit það ekki.
Nei, en þetta líka svona oft svona mál númer 1 sko, þegar fólk að fara í framboð og eitthvað, vita hvað mjólkurlítrinn kostar. Og maður hefði haldið að þetta ætti að vera. Eftir einmitt kosningabaráttunni. Þetta heimsþekktur mælikvarði á það hvort að stjórnmálamenn séu í tengslum við veruleika almennings. En það sem kom ég líka óvart er að Margrét Rós Sigurjónsdóttir sem var stjarnan í þessu myndbandi spurð út í þetta vísi, þá segir hún að teymið hafi klúðrað þessu. Ég hefði einhvern veginn talið að það væri eðlilegt að einstaklingur gæti stíð feilspor en þegar það er heilt teym að taka myndband og menn eru í þessum samanburði að reikna sér niður og fjölda ferðna. Með þennan tilgang einmitt, að það væri búið að ganga úr skugga að þetta verði. Já, eitt atriði sem varðar bæði fjölmiðlun og þetta sagfræði og bara heimildanótkun og annað, að maður sér að hreyfingarnar takast á. Það er mikið verið að saka menn það að halda fram röngum hlutum, staðhæfa hluti sem ekki standa skoðun. Og oft virðist það vera okkur águsvæði og eitthvað sem ekki er alveg hægt að festa hendur á, túlkunaratrið og annað. Þannig eru komið dæmi þar sem að þetta er alveg konkrét mistök eða hvað það er sem að má kalla þetta. Erum við að þokast inn í samfélag þar sem að staðreinda vöktun er meiri eða fer það að verða ómögulegt í öllu þessu flæði? Menn hafa nú verið með staðreinda vöktun á Trump og ekki á ástæðulausu, en er þetta eitthvað sem við þurfum að hafa enn meiri gætur á heldur en kannski áður fyrir? Ég held að, eins og ég nefndi á hann, þá virðist vera talsvert virk staðreinda vöktun í þessari umræðu. Og maður hefur tekið eftir því til dæmis vestanhafs að einmitt að fjölmiðlar eru mjög virkir í því að staðreinda vakta allt sem að Trump og fleiri segja. En þetta ESB-mál er náttúrulega bara töluvert flókið og mikið umræðinni snýst það hvernig hlutir muni þróast í framtíðinni og svona flóknar peningahagfræðilegar spurningar sem eru einfaldlega bara til alls konar kenningar innan hagfræðinar. Þannig að það er svolítið erfitt að lenda á okkur mjög traustum grunni. Ég veit ekki hvenær, ef við göngum inn í ESB og tökum upp evru, ég veit ekki hvenær það myndi gerast, þetta er 5 ár eða 10 ár eða eitthvað og það veit enginn í hvers konar heimi við lifum þá. Þannig að allir sem segja að þetta mun gerast þegar við tökum upp evru eða hitt mun gerast, hvort sem það er gott eða slæmt, eru einfaldlega spekulera. Þannig að það ætla að vera með einhverja staðreyndavakt svoleiðis hluti en náttúrulega erfitt og þá verða menn kannski bara viðurkenna að þetta er allt svona frekar miklar spekulasjónir. Mig grunar hins vegar að þetta mál verði allt svolítið svona antiklimaks saman hvað gerist. Það er að segja, ég held að það muni færri hlutir muni skána en fólk heldur ef við göngum í ESB eða versna saman hvor meginn fólk er og ég held að sagan muni mögulega muna þetta sumar svona svipa eins og þegar kosið var uppkasti 1908. Já. Þá var heilmikil debatt mjög svona tæknileg atriði tengd sambandinu við Dani og margt sem er mjög illskiljanlegt í dag. Hreinlega hvernig munum tókst að galdra upp svona heitar tilfinningar jafn tæknilegt mál og raunbar vitni. Og ég meina í dag, við erum nú þegar í EES, ekki satt. Og fólk hefur talað við sem þegar búin að taka upp eitthvað 80% af löggjöfinni eða hvað svo sem svo tala lendir. Menn er að deila mjög þá tölu líka meira segja? Já. En ég held svona að þegar fólk skoðar þetta mál eftir 100 ár að það muni kannski ekkert allir skilja okkur það voru svona rosalega heita tilfinningar. Harkan svona mikil. Það er enginn að tala að ganga úr EES allavega. Þannig að fólk virðist vera sammála kosti þess að við höfum aðgang að þessum markaði og svo framvegis. Þannig að já, ég held að fólk þurfa líka aðeins svona að jartengja sig á milli í þetta saman. En sko með umræðuna sjálfa, mér finnst ég alveg svona að finna til aukinnar ábyrgðar þó ég sé bara í íþróttafréttum að að einhvern veginn það sem að frá okkur kemur sé rétt og þið eru örugglega mókanum líka. Allt í einu er einhvern veginn svona þessir eldri og hefðbundnari fjölmiðlar. Mér finnst þeir vera komnir með miklu meiri ábyrgð og við þurfum að ganga úr skugga að það sem frá okkur kemur sé rétt. Og við höfum bara séð á þessu heimsmeistaramóti að það er búið að snúa upp á alls konar umfjöllun hjá erlendu fjölmiðlum. Það er búið að gera Thierry Henry til dæmis eitthvað upp. Hann átti að hafa sagt eitthvað og það flaug út allt og svo horfði maður á þetta og sá að það var ekkert rétt. Þannig að, og þetta er í fyrsta skipti á þessu móti sem ég hef svona aðeins stíft tánni í að nota
gervigreindina að því leiti ég bara flett upp innan hvað þessi er búin að skora mörg að bera þennan saman við hinn og eitthvað svona en mér finnst ég aldrei alveg geta treyst í. Ég fer alltaf líka hinum einn og fletti því upp hvort þetta sé ekki örugglega rétt af því ég hef alveg séð vitleysur þarna og það er kannski ekkert stórmál þó að ég segi einhver að við skorum svona mörg eða ekki en það er samt svona, þú vilt bara að þetta sé rétt og fólk getur treyst því að það sem frá okkur kemur sé rétt, alveg sama hversu lítið það er sko. Gervigreindin einmitt þekkt og gott tól þannig en hún ekki óskekul og eitt af því sem maður tekur eftir í umræðum á samfélagsmiðlum að viðbrögð fólks og yfirferð hefur lengst mjög gjarnan sem maður að sjá langa texta frá fólki. Þetta í langflestum tilvikum eitthvað sem að gervigreindin hefur kokkað upp fyrir fólk. Þannig að fólk bara komið með einhverjar vitvélar eða hvað maður kalla þetta sem að matreiða einhverjar heillangar rökræður inn í umræðuna og nánast eins og að kaffæra andstæðinginn í alls kyns tölum sem að getur verið erfitt að staðreyna. Sem að kannski svona íhaldsamur og mér finnst alveg stórkostlegt að einhver gerir það sko, og svo bara kópir þetta og hendur í einhvers staðar inn sama í hvað samhengi það sko. Mér finnst það einhvern veginn Já, og svo heilmikil vinna að fara sko, rekja ofan í fólk alla vitleysunum sem að gera einhvern veginn kokkar upp sko. Þannig Og fólk notar gervigreindina til þess að krönsa það allt saman? Já, akkurat. Nei, ég meina þetta bara ekki gott sko, margt gott í gervigreindina en nú ég aðeins verið að kenna í háskólum og þetta bara, þegar kemur að hugvísindum og félagsvísindum þá er gervigreind ofta að gera meiri ógagn en gagn sko. En þegar þú ert með svona raunvísindi og hluti sem að byggja á svona tölum og það sem önskuðu kalla pattern recognition, þá getur hún verið mjög gagnleg. En þegar þú ert komin í svona huglægari efni, þá held ég að fólk verði að stíga mjög varlega til jarðar sko. Já, og fólk þarf að læra að fóta sig væntanlega mun hugvísindin jafnt og þétt gera það með tíð og tíma. Já, og bara, þú munt alltaf fyrir að hugsa fyrir sjálfa þig sko. Já. Gervigreind breytið því ekkert sko. Hvað kostar mjólkurlítrinn? 238 krónur. 43. En talað hugvísindi, Jón, ástæðis að ég fæ þig hingað núna en ekki á einhverjum öðrum tíma að þú hefur hleypt af stokkunum mjög áhugaverðu hlaðvarpi, Íslandssögunni. Akkurat. Og þú ert að, ég ætla ekki að segja dæla út þáttum, en þú ert að hefja vegferð, þar sem þú ætlar að teyma okkur hlustendur þína í gegnum Íslandssöguna. Já, mér fannst vant eitthvað svona ábyggilegt efni á þessu formi, þessu hlaðvarpsformi Íslandssöguna. Ég reyni nú að flétta einn svona sögu heimsins líka og sýna fram á að Ísland hefur allt frá landnámi verið hluti af heims- og Evrópusögunni og já, hugmyndin sem sagt að ég að byrja núna á 10 þáttum Ísland á miðöldum, að gefa út einn á viku og eftir það þá förum við yfir í árnýjöldina. Ég nú þegar komin með þá flug í höfuðið að fjölga þáttunum aðeins, að vera jafnvel með 15-20 þætti árnýjöldina sem þessi tímabili 1500 til 1800 og svo verður sería nútímasögu 19. og 20. öldina. Hvað heldur þetta endi í mörgum þáttum? Ég er svona 40-50 í hugunum akkurat núna. Já. Og það er kannski ágætt að ég segi það bara við því núna, þá þarf ég líka að standa við það. Já, við gerum kröfum 50 þætti. Já, akkurat. En þetta bara hefur fengið fínar viðtökur og sýnir held ég að það er eftirspurn eftir svona efni sko, eitthvað sem er aðgengilegt og fólk getur hlustað á meðan það er að vinna í garðinu með eitthvað. En er samt svona tölvöld grundig yfirferð söguna. Ég ætla að spyrja, hvort er lengi undirbúið svona þátt? Það er mjög mismunandi, það fyrir eftir hvað ég er vel að mér. Ég er ekkert sérstaklega vel að mér í miðaldasögu, þannig ég hef svolítið þurft að lesa sjálfur. Svona efni má kannski segja að það hefur tekið alltaf ævina, því að þetta er auðvitað, þú ert að safna þarna í sarpen, ert að sækja í einhvern brunn sem að þú ert búin að vera að fylla upp í gegnum alla þína menntun. Já, en náttúrulega svo er náttúrulega að nefna að þetta er byggt á viðtölum, svo ég fæ til minn einn sérfræðing í hvert þátt og er að ræða við hann og þeir svona koma til leiks með ákveðna sérfræðiþekkingu og ég reyni að ramma hlutina inn svo þeir séu svona aðgengilegir fyrir hlustendur og já, en þannig að þetta er bara ástæðan er kannski líka svo og ég er einmitt sjálfur í doktorsnámi og er allan daginn að setja niður á Þjóðskjalasafni og er að lesa bréf í kansíli stíl og vinna í neðanmálsgreinum, þannig að þetta er svona
vettvangur þar sem maður getur aðeins sleppt af sér þessu fræðilega beisli og velt upp hugmyndum án ábyrgðar, kannski ekki alveg án ábyrgðar en í öðrum stíl, í öðrum takti. Algjörlega. Þú ert í doktorsnámi við Chicago háskóla, en hlustendur þínir margir eru þeir ekki alveg öllu ókunnir. Þú skrifaðir mjög merkilega mastersritgerð á sínum tíma Jón Steingrímsson, Eldklerkinn mikla. Já, BR-ritgerð, já. Það var BR-ritgerð. Og hún var síðan gefin út, var það ekki, í ritröð hjá Sögufélagi, og þú vannst þætti fyrir Ríkissjónvarpið þessa miklu atburði og sögu Jón Steingrímssonar og meintan fjárdrátt hans og annað sem að fólk þekkti ekki almennt til. Já, einmitt, ég skrifaði BR-ritgerð Jón Steingrímsson og neyðarhjálp í móðuharðindunum undir handleiðslu Más Jónssonar. Satt þarna á Þjóðskjalsafni í hálft ár og þurfti meðal annars að læra að lesa fljótaskrift sem var mikil eldskýrð. Og já, hún kom út sem bók og svo datt mér í huga að búa til þessa þætti sem voru sendur út á Rás 1. Og það var ákaflega skemmtilegt. Þá gat ég fengið til mín allt fólkið sem ég var búin að vera að vísa í bókinni og til samtals. Og þeir fengu held ég bara frekar fínari viðtökur og það var svona hvatning til þess að halda áfram og Íslandssaga er svona framhald af því, sko. Það voru góðu þættir, þessi fyrstu 4 þættir sem eru komnir út núna eru góðir sömuleiðis. Hefst handa með Orra Vésteinsinni sem að ræðir í raun landnámið, meðal annars út frá fornleifafræðinni, afskaplega áhugavert. Þú ert síðan með Patreon síðu, útskýrist aðeins fyrir okkur, það til þess að gera fólki kleift að styðja við verkefnið en fá þá líka aðeins meira út úr þessari samfylgd. Já, sem sagt, við erum með svona stuðningsmannasíðu á patreon.com/Íslandssagan og þar geta hlustendur sem sagt komið inn og styrt verkefnið til þess að láta þetta verða að veruleika. En ég býð jafnframt upp á sérsnið leslista fyrir hvert þátt sem að hlustendur geta þá kíkt á og vilja halda áfram að kynna sér efnið. Ég held að svona hlaðvarpshlustun getur oft verið góð byrjun, sko, þú öðlast ekki endilega tæmandi þekkingu á okkur tilteknum eða hlusta á hlaðvarp en það getur orðið vísir að einhverju frekari þekkingaröflun og já, það er hægt að fá mögulega eitthvað auka efni í framtíðinni og þætti áður en lenda á almennum hlaðvarpsveitum og slíkt. Þannig já. Ég veist að margir munu öðlast nýjan og endurvakinn áhuga á Sturlungaöldunni eftir að hafa hlustað á viðtalið eða samtalið við Sverrir Jakobsson. Það er eiginlega, ég leyfi mér að segja, epískt. Já, ég meina Sverrir náttúrulega hafsjúr af fróðleik og búin að vera að kenna þetta efni allavega held ég 15-20 ár. Já. Þannig að hann var bara eins og ít og play, sko. Ég þurfti eiginlega ekkert að gera. Hann bara útskýrði allt fyrir mér í rúa mag, sko. Afskaplega skemmtilegt efni og óskaði góðs gengis með þetta allt saman. Takk. Rétt aðeins af öðrum fréttum vikunar, innbrotahrina virðist vera að skeggja höfuðborgarsvæðið. Ég hef verið að fylgjast með því bara í hverfinu mínu að fólk að verða vart við dróna sem verður að fljúga fyrir utan glugga hjá því til þess að kanna aðstæður. Þetta óhugulegt. Hafið þið fengið dróna við gluggan hjá ykkur? Ekki tekið eftir því, nei, en ég sé mitt mikið í svona þessum íbúasíðum á Facebook, þú veist, að það oft eitthvað skrítið að gerast oft, þú veist, þetta sama fólkið eða sömu mennirnir og nú allir með sko, eftirlitsmyndavélar eða ringdyrabjöllur eða eitthvað, þannig að maður sér oft bara myndir af því sem að gerast. Las einmitt bara í sveitarfélaginu sem ég bý í fyrradag eða eitthvað, þá var einhver að elta unga konu heim á bílastæði og bara svona frekar skuggaleg saga, sko. Já. Og en það virðist einhvern veginn, því tiltekna fólki var bara mjög brugðið að það hringdi í lögregluna og hélt væntanlega að þeir gert eitthvað mál úr þessu, en það var svona einhvern veginn ekkert hægt að gera, virtist vera út frá þessari frásögn. En kannski óþægilegt að lenda í þessu sem er svona mikil innrás einhvern veginn í þitt einkalíf og svo virðist ekkert vera hægt að gera í því. Akkurat. Nei, ég hef ekki orðið var við neitt, sko. Ég held að mín 49 fermetra íbúð í miðbænum sé kannski ekki svona gullnáma fyrir innbrottsþjófa. Allar sagnfræðibækurnar? Nei, já, einmitt, það eru það, 6 bindi af Landsnefndinni síðari fyrir ekki. Ómetanlegt. Nei, en það er spurning líka með þessa tækni eins og dróntæknir og fyrst að menn eru að nota þetta. Hvað réttu fólk bara til þess að bregðast, er einhver tækjabúnaður sem hægt að nota til þess að koma þessu búnað fyrir kattanef? Fá sér skeiðar rúður. Skeiðar rúður eða
loftvarnabúnað. Já, kannski ætti Kristrún ekki að láta byssuna frá Erdogan gera hann óvirka. En svo þessi umræða alltaf óþægilega því að maður fer að horfa lítið kringum sig og hugsa, þessi eitthvað dölufullir, ég hef aldrei séð það. Já, maður heyrt af einhverjum sakleysingjum sem eru úti í göngutúr og lenda inn á einhverju íbúagrúppu. Alltaf umræðan einhverju sem eru að selja eitthvað, styrkja eitthvað og þá kemur póstur svo er hann tekinn út eitthvað afsakið, þetta voru menn frá Blindrafélaginu, eitthvað svona umræða þarna líka. Þannig að þetta svona, já. Já, við skulum, það er vonandi að verða hægt að stemma stigu við þessu. Það þetta líka vont ef að lögreglan hefur ekki burði til þess að bregðast við og við erum ekki með nógu marga lögregluþjóna með við fjölda íbúa hér í landinu. Annað ekki síður alveg mál, það er veðrið á suðvesturhorninu. Það er hitabylgja fyrir austan og ég heyrði félaga mínum í morgun norður á Akureyri, það er bara 20 stig hiti og heiðskýrt. Hvernig endar þetta hér í bænum? Við erum alltaf svo forpókuð og sjálfselska, við erum alltaf að tala bara verstu sömur í manna minnum að meðan fólk hérna fyrir norðan og austan bara að upplifa eitthvað Tenerife veður, sko. En þetta er hræðilegt, þetta stýrir algjörlega hvernig mér líður. Ég geri allt aðra hluti, þegar það kemur sól, þá ég bara byrja að fara með stelpunum, í drikk, eða erum við öll að fara að grilla, við þurfum að fara í sund og þú veist, ég bara æsist öllu upp einhvern veginn og verður svona sólarstressuð. Þegar það er svona skýjað og regn, þá ég bara, verðum bara inni. Eða þú veist, þetta er einhvern veginn. Ég var að tala þetta við pabbi í gær og hann bæði alveg bara einhvern veginn miður okkar yfir þessu bara. Þetta hefur engin áhrif á bókaormana? Nei, og ég er búin að vera í framkvæmdum þannig að ég er bara ánægður að vera inni, sko. Svo sér reyndar í HM líka, ég er eiginlega bara búin að vera inni þannig að ég er alltaf svona hálf fegin eða dettur inn rigningadagur þegar ég er á vaktinni þá allavega núllast hann út. Þú getur stýrt í líka hvað er í glugganum. Rétt, já, það er alltaf sól hjá okkur í hálfstofu, já. Já, svo er ég með annan fótinn í Chicago eins og þú nefndir og er svona í sambandi við vinni mína þar og í fyrra dag hafi verið 36 gráður þar og mátti ekki fóra þetta út úr húsi vegna skógarelda í Kanada. Þannig að það er alltaf eitthvað. Þá er maður nú bara Chicago, frábær borg, ég fór þangað í fyrsta skipti í vetur. Já, dásamleg, sko. Þeir öfunda okkur að veðrinu hér. Aldrei ánægð. Og svo fer fólk til Tenerife og þá fyrir við að dæma fólk fyrir að fara til Tenerife og þetta er allt einhvern veginn. Aldrei ánægð. Þóru Reynisdóttir í Úlfar Lúsin segir að fólk sé að panta ferði hér alveg unnvörpu með mjög skömmu fyrirvara. Ég skil það bara mjög vel. Ég skil það mjög vel. En eina kenningu heyrði ég eða svona spátum að það væri verið að tæma skýjakvótan fyrir almyrkvann. Já. Er það ekki, skáki því skjóli þar til annað kemur í ljós? Pabbi segir sama sko þjóðhátíð. Við sem að klára þetta allt núna í júlí og svo verði ágúst geggjaður þar með talin þjóðhátíð. Svona tala bara Eyjamenn. Já. En verðum við ekki vona það? Samt hugsa ég einhvern veginn alltaf á hverju ári, bara ég ætla að muna á næsta ári. Þessi dagar sem kom í maí og júní, þeir eru... Það er eiginlega bestu hluti sumarsins. Það er bara allt, það er búið að vera þannig núna, finnst mér. Júlí og ágúst eilíf vonbrigði. Já. Og þá verður maður alltaf jafn sár og ég verð alltaf jafn öfundsjúk út í fólk sem einhvers staðar býr í Kaupmannahöfn eða eitthvað og það er allir bara eitthvað með teppið og piknikkörfuna og eitthvað og meðan við erum að hírast einhvers staðar í grenjandi rigningu. En verðið í Reykjavík þegar almyrkvinn skellur á? Ég verð á Hellisandi. Já, en betra? Það verður held ég 8 klukkutíma bein útsending á RÚV. Alls staðar á landinu. Ég vona að ég sé ekki að segja eitthvað sem ég má ekki segja. Ég verð send þangað meðal annars með einhverjum 30 geimförum frá NASA. Svo skilst mér að það sé einhvers konar kynlífshátíð líka á sama tíma. Þannig að ég sé fram á mjög áhugaverðan dag. Nóg að gera hjá þér. Já, ég bara bíður spennt, segi ég. Nei, ég er bara ekki eins og spáð í það. Það getur verið að ég fari vestur í Ísafjörð. Ég er það góður staður. Það er ekki svo systir mín sem pantaði sér ferð til Spánar og fattaði eftir á að þegar hún hafði lengt ferðina þannig að hún missir á almyrkvann. Það er nú eiginlega hálfgerð drottins svik, sko. Þetta er líka einhver stemming sem maður verður að vera með í, sko. Þá getur hún lengt út íbúðuna. Fyrir með fé. Við Herbert Guðmundsson, við ætlum að vera á Svölunum heima hjá mér í Garðabænum. Æðislegt. Can't walk away. Jón Kristinn Einarsson og Edda Sif Pálsdóttir, takk fyrir komuna og takk fyrir að fara yfir fréttir vikunnar með mér sér á þessu vettvangi. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Við erum hins vegar ekki hætt, við ætlum að halda Evrópuumræðuna áfram. Hingað kemur Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur fyrirrennandi efnahagsráðgjafi ríkisstjórnarinnar. Hann ætlar að fara yfir stöðuna í umræðunni, ekki síst matvælaverðið og húsnæðismarkaðinn sem að hann telur að hafi verið á talsverðum villigötum. Fylgist þið með þessu. Renault Scenic. Sjáðu heiminn.
Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Vantar þig bílavaraluti? Á Poulsen.is finnur þú bílavaralutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varaluti og pantar. Við sendum all land. Poulsen.is. Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Þá höfum við gert fréttum vikunar ágætt skil, en áframheldur umræðan Evrópusambandið og hún mikil allt samfélagið. Það má segja að hún skiptist í 2 hluta í grófum dráttum, annars vegar það fullveldis rökin sem að menn að kýta hvort að við séum að framselja of mikið vald til Brussel eða ekki. Sumir tala að það sé verið að framselja það til framandi þjóða, eins og Ólafur Ragnar orðaði það, en aðrir vilja meina að við höfum nú þegar gengið mjög langt í þeim efnum með EES-samningnum. Hins vegar lítur þetta að efnahagslegum rökum, hvernig vöruverð kann að þróast í landinu, hvernig gjaldmiðillinn okkar þróast og hvernig við ætlum að haga til dæmis húsnæðismarkaðnum. Ég hef fengið hingað til mín Konráð S. Guðjónsson, hann hagfræðingur að mennt, var efnahagsráðgjafi fyrir ríkisstjórnar en núna ráðgjafi hjá fyrirtækinu Context. Hann hefur fjallað mikið þessi mál bæði á samfélagsmiðlum en líka á Substack-síðu sinni og við ætlum að rekja þessa hluti hér í nokkrum máli áður en við hleypum ykkur inn í helgina. Blessaður Konráð. Blessaður. Þetta ekki svona í grófum dráttum rétt mat að þetta svona þessir efnahagslegu, fjárhagslegu þættir sem að menn að takast á og svo hins vegar lögfræðin það að hversu miklu leyti við munum ráða okkur sjálf ef við göngum það inn? Jú, mér fundist umræðan snúast í raun og veru þetta tvennt. Svona kannski svolítið skrítið að hún snúist ekki fleiri þætti sem hún getur sem gerst en þarna greinilega liggur svolítið einhver leiti víglínan eða þú veist það einhver svona þarna svona raunverulegar andstæður þannig að þá kannski þess vegna bara eðlilegt að þetta sé sem fólk að tala og það verður örugglega áfram þannig út allan ágúst. Þú hefur beint sjónum að efnahagslegu þáttunum, þú hefur verið að taka saman gögn af ýmsu tagi til þess að bera saman stöðu ólíkra þjóða. Það eru 27 ríki innan Evrópusambandsins, við getum mögulega orðið það 28. En efnahagsleg staða þessara þjóða auðvitað gjör ólík innbyrðis líka. Það erfitt að tala Evrópusambandi sem einhverja einingu. Já, það alveg óhætt að segja það og það náttúrulega mjög ólík ríki, ólík menning, ólík hagkerfi, mislangt komin í þróun svo framvegis en svona eftir að hafa skoðað þetta eins heildstætt og maður getur bara skoða fjöldan allan á mælikvörðum á styrk efnahagslífs, hagvöxt, kaupmátt, lífskjör við breiðum grunni, hvernig dreifast gæðin yfir þjóðfélagið og svo framvegis, að þá sýnist mér svona eiginlega óumflýjanleg niðurstaða að vera svo að við stöndum töluvert framar af flestum sviðum og jafnvel í sumum tilfellum fremst. Ég nefni til dæmis hlutfall ungs fólks sem hvorki atvinnulaust eða ekki í námi, að það bara mjög lágt virkni ungs fólks mikil, svo maður nefni eitthvað sem dæmi. Þar sem við erum virkilega eftirbátur í raun og veru, það raun og veru bara í vöxtunum sem við getum sagt að við séum virkilega eftirbátur. Að þú veist hvað heimilunar greiði vexti sem hlutfall af ráðstöfunartekjum. En það eru kannski svona 3-4% stigum meira heldur en hinn löndin, þannig að það breytir ekki heiminum niðurstöðum til dæmis að kaupmáttur umtalsvert meira en að meðaltali í ESB hér á Íslandi, hér á Íslandi. Þannig að þó að það sé alltaf bara augljóslega veikleiki sem við sættum okkur í við að vera í umhverfið þessi vextir eru alltaf háir, hærri en myndum vilja kjósa, að þá, já, það hefur ekki áhrif á heildarniðurstöðuna allavega ekki að mínu mati. Þannig að á eiginlega alla mælikvarða þú vísar meðal annars í það hvernig gæðin dreifast, þannig oft vísar í Gini-stuðulinn sem alþjóðlega viðurkenndur mælikvarði þar, að eignadreifing, verðmætadreifingi hér jafnari heldur en nánast á nokkur öðru byggðu bóli. Já, allavega tekjudreifingin og bara hvernig mismunandi þjóðfélagshópar hvar, þú veist, kaupmáttur þeirra stendur,
hversu mikinn skort þeir upplifa samkvæmt bara vel skilgreindum samræmdum mælikvörðum, að þá á öllum þessum mælikvörðum stöndum við mjög vel bara í efstu sætunum. Ég held að það sé, við erum kannski í neðsta, sko, ef við stöndum á svona mælikvarða kannski í versta falli í 10. sæti í einhverjum jaðartilfellum en yfirleitt bara í toppsætunum. Það eru vextirnir sem að fólki svíða og húsnæðislánin eru stóru byrðarnir sem fólk eru að bera efnahagslega og sér hver mánaðamót að þær byrðar hafa þyngst verulega, auðvitað gríðarlega í samanburði við COVID-tíma þegar vextir eru óeðlilega lágir en í samanburði önnur ríki þá var þetta hátt. Þeir sem að segjast vilja gangin í Evrópusambandið segja við sannarlega stöndum vel, við ætlum ekki að draga neitt á það. En við getum með inngöngu í Evrópusambandið laga þetta atriði sem vegur þetta þungt. Eru það ekki bara afskaplega sterkur rök í málinu? Sko, jú, að einhverju leyti, en mér finnst þau svona veikjast allavega töluvert að vera að skoða hvað þarf til þess að geti tekið upp aðra mynd. Og þá setjum við til hliðar sko, ókostina við það að vera ekki með sjálfstæð mynd. En bara til þess að þú fáir þennan ávinning, þá þarf þú að sýna fram á það í að minnstu kosti 2 ár ef ekki lengur að þú getur haft verðbólguna svipað á evrusvæðinu, þú þarf að ná vöxtunum niður, þú þarf að hafa ríkisfjármálin í lagi, gengið má ekki sveiflast eitthvað óeðlilega mikið. Þetta eru skilyrðin sem þú þarft að uppfylla áður en þú gengur inn og þú þarft líka að sýna fram á að þú getur þá haldið þessu þannig. En þá spyrir maður sig, ef við þurfum að gera hvort sem er sjálf, þá þurfum við evruna til þess. Einhverju kunna segja já, en mér finnst það ekkert augljóst að svari sér þannig að því að hins vegar sem maður haldi áfram með þetta, ef við tökum upp evruna, þá náttúrulega, jú, það er ýmis kostnaður sem að sparast, ég ætla ekki að neita því, en við missum getuna til þess að bregðast við stöðu hagkerfisins með við önnur hagkerfi, þegar bregðast við áföllum, að við munum þurfa að horfa í augun á fólki og segja, við þurfum að lækka launin eða við þurfum að segja þér upp, annarkvort. Það er veruleikinn sem við stöndum frammi fyrir og náttúrulega má segja ýmislegt hagstjórn á Íslandi sögulega, en þetta hefur allavega hjálpað okkur í því að stuðla því að það er eiginlega bara mjög sjaldan sem er verulegt atvinnuleysi á Íslandi og ef það er atvinnuleysi þá er það mjög skammvinnt. Að við höfum haft þennan svona sveiflujafnara. Hefur það verið fullkomlega nýtt? Nei, sjálfu sér ekki og það er alveg rétt sem við erum bent á eins og umgjörðin hjá okkur var kannski fyrir svona 20 árum síðan eða meira, að þá vorum við með hagkerfi þar sem að krónan til dæmis sem slík var ekkert endilega sveiflujafnandi. Það er búið að gjörbreyta bara hagstjórninni, við erum búið að setja á herslu á fjármálastöðuleika, við erum með stóran gjaldeyrisvaraforða, þannig að það vandamál er að töluveru leiti bara úr sögunni því að við erum bara búin að vera með stöðuga mynt í vel á annan áratug. En þú segir að við efnahagsáfall þá þurfum við að horfa í augun á fólki og segja annarkvort lækkum við launum við eða segja þeir upp. Þegar þetta er tekið í gegnum gengi krónunar þá í raun og veru rýrna kjör allra sem að notast við krónuna. Þannig að þetta gengur þá þvert yfir línuna, en það eru þetta launalækkun. Já, það er það í sjálfu sér en svona með hvernig það gengur hjá til dæmis löndum sem búa við mikið atvinnuleysi og eru föst í viðjum svona bandalags og öllu sem því fylgir. Að það náttúrulega eðlimál samkvæmt, ef þú myndir segjum að það var eitthvað stórkostlegt áfall hér á landi og það bara lífskjör alla, bara það sem við erum að framleiða myndi rýrna 10%. Myndi það raunverulega vera hægt að segja við alla, við verðum þá bara að lækka laun allir 10%. Þetta er bara alvöru spurning. Því að það er það sem myndi þurfa að gerast til þess að við getum að spyrna við fótum og aðlaga okkur að breyttum aðstæðum. Af því að kaupmáttur fólks, hann er ekki hann er ekki alltaf eitthvað sem vex að eilífu, við erum ekkert að gera ráð fyrir því. Hann sveiflast af því að undirliggjandi verðmætasköpunin, hún sveiflast af því að bara út af náttúrunni, út af aðstæðum í heimsagkerfinu og svo framvegis. Þannig að ef ég skilði rétt að þess að maður sem segir með 700.000 á mánuð á Íslandi í íslenskum krónum og gengið veldur kjara rýrnun á þess að krónutalan lækki, að ef við værum inn í evrunni þá væri sami maður með cirka 5.000 evrur í laun og þá þyrfti einfaldlega að grípa til þess að lækka það í evrunni í 4.500 evrur. Fengið bara færri evrur í vasan. Það er raun og veru það sem við værum að horfast í augu við og þetta er náttúrulega eitthvað sem til dæmis löndin sem lendu verst í fjármálakreppunni í Evrópu glímdu einhverju liti við eins og Grikkir og fleiri að þau voru lengi að ná sér aftur á
á rétta braut af því að þessi mekanismi var ekki til staðar til að bregðast við breyttum aðstæðum í hagkerfinu. Þannig að þetta mun reyna, ef við myndum fara þannig inn, myndi reyna á sko algjörlega járnaga í allri hagstjórn og í því hvernig vinnumarkaðurinn bregst við breyttri stöðu. En við þurfum auðvitað járnaga líka ef við höfum að uppfylla skilyrðin fyrir upptöku evru, eins og þú nefnir. Það er nefnilega málið. Og ef ég reyna að lesa milli línana þá finnst mér eins og þú sett vantrúar og við getum það eða getum við með krónunni lækkað vexti hér þannig að þetta verði bærilegra fyrir fólk og fyrirtæki? Sko, maður kannski vantrúar að því að það hefur aldrei tekist almennilega stíga skrefið sem þarf til þess að ná því en við höfum þokast vel áleiðis í það. En að, við stöndum töluvert betur í þessum málum til dæmis núna en fyrir nokkrum áratugum síðan. Það er bara engin vafi á því og við erum svona þokast í þá átt finnst mér. Við fengum hérna einhver 7-8 ára tímabil þar sem vextir voru tiltölulega lágir, verðbólga var fremur lítil. Það er bara eitthvað sem höfðum ekki þekkt síðan bara í byrjun 20. aldar. Við náðum því þó, svo náttúrulega kom COVID og allt fór á stað og við erum ennþá að súpa segja því. Þetta er alveg hægt en þú þarft að gera eiginlega sama til þess og ef þú myndir ætla að taka upp evruna. Þannig að þá er bara spurningin, þarft að horfa á kostin og galla við evruna bara eins og það er, ekki það að vextinni séu lágir, sko, það snýst miklu meira. Og hvað er það, segjum sér svo að við séum búin að segja já 29. ágúst, við sækjum og við viljum ólm taka upp evru hér eins og sem við tala fyrir. Hvað er það sem þarf að gera? Hvað er það sem Kristrún Frostadóttir og Daði Már Kristófersson standa frammi fyrir þá á næstu dögum? Þau myndu þá þurfa að tryggja það, ef þau vilja drífa sér í evruna, tryggja það til dæmis að launaþróun sé í takt við verðbólgumarkmið og bara þróun verðmætasköpunar. Það er ekki flóknara en það. Okkur hefur ekki, það þýðir einfaldlega bara, ég myndi segja að þyrftu raun og veru bara breyta lögum stéttarfélög og vinnudeilur. Í raun og veru. Gefa ríkissáttasemjara aukið vald til þess að setja línuna í því hvernig launahækkanir eru í kjarasamningum. Þú getur náttúrulega ekki stjórnað allri launaþróun í landinu en með því að setja svona einhverjar hömlur á það, ég held að það liggi í augum uppi að það myndi þurfa. Eða allavega að sjá bara höfða til ábyrgðar aðilana, eru þeir tilbúinir í þetta? Ef ekki þá veit ég ekki hvað önnur leið er í boði. Atvinnurekendur hafa nú talað á það leið og stuttu til dæmis breytingar sem menn reynda að gera á embætti ríkissáttasemjara en verkefnisforystan er algjörlega þessum í þessu og hefur reyndar þau sem að tala hæst inn að þeirra hreyfingar, nefni Vilhjálm Birgisson og Sólveig Jónsdóttur, þau hafa nákvæmlega engan áhuga því að fara að stæði þennan leiðangur. Nei, ég bara skil það mjög vel út frá þeirra sjónarhorni hvað þetta varðar og svo náttúrulega líka, á hvað forsendum myndirðu vilja fara í þær breytingar? Ég ætla ekki að tala fyrir þau en ég hugsa margir til dæmis væri til í að fara einhver svona breytingar á til dæmis vinnumarkaðslöggjöfinni eða slíku. Ég held að fyrir margir sem væri tilbúinir að kannski fara í það á okkar eigin forsendum en ekki evruforsendum eða ESB-forsendum. Þannig að það kannski liggur einhver munur þar en þetta er allavega staðan að við þurfum að gera það sama hvort sem við tökum evru eða erum áfram með krónu. Ég er nú verið. Þú nefnir vinnumarkaðinn, aðrir nefna ríkisfjármálin. Þau hafa verið að bólna út, menn hafa ekki farið í þessar hagræðingaraðgerðir sem hafa lofað hér eftir kosningar? Nei, aldrei ekki. Bara núna í vikunum voru að koma tölur að opinberum starfsmönnum fjölga 5% á milli ára í maí og meðan þeir bara eru að fara upp og aðrir að fara niður, þannig að það er eitthvað skrítið í gangi þar en og það myndi þurfa að vera enn meiri ægi á ríkisfjármálunum heldur en hefur verið. Við erum með þessa fínu stöðugleikareglu en svona í praxís er ég smá hræddur að hún sé ekki alveg virka nógu vel. Það myndi hjálpa en ég held að það kom ekkert í staðinn fyrir neitt annað. Þetta er raun og veru bara eins og alltaf í allri hagstjórn og kannski bara vandamálið okkar í heilsinni sem maður sé ekki bara að benda á vinnumarkaðinn að það hefur verið svona þvert yfir sviðið hefur vantað alvöru aga að gera það sem þarf. Það er raun og veru að benda á alla þar. Það má benda á Seðlabankann, það má benda á vinnumarkaðinn og það má benda á ríkið. En allt þetta þyrfti að vera algjörlega 100% nokkurn skeið og þá getum við farið að banka og megum við fá evruna og okkur hefur ekki tekist ennþá. En hvað, nú eru vextirnir háir, geta menn sótt aðstoð til Evrópusambandsins? Helga Vala Helgadóttir, fyrir Alþingismaður kom hérna daginn, bent á það að
menn getu, ég reyndar átta mikið alveg á því hvernig það getur, hann sagði að Evrópusambandið lánaði þjóðum fjármuni til þess að þrýsta vöxtu niður. Hefur Evrópusambandið einhver verkfæri til þess að hjálpa okkur á þessari verkfæri ef við sækjum? Í sjálfu sér, nei. Ég hef ekki séð neitt það einhver láni fyrir okkur að lækka vexti. Ég veit ekki einu sinni bara hvernig þú ætlar að útfæra slíkt og þá myndur alltaf þurfa að borga. Það sem að liggur fyrir náttúrulega færð ýmsan svona tæknilegan stuðning, myndir fá það frá Brussel sem svo sem bara ágætt sko. Þú færð kannski einhver trúveruleika ef að þú ert að vinna eftir einhver áætlun sem þaðan kemur, þá náttúrulega hjálpar það. Og svo eru, þú veist, alveg inn í myndinni að ef það gerist eitthvað á gjaldeyrismarkaði að Evrópski seðlabankinn geti hjálpað með gengið. En það alls ekki víst og það myndi þá þurfa að vera eitthvað svona mjög óvænt utanaðkomandi áfall sem myndi þá hjálpa okkur yfir erfiðasta hjallan í því. En það hefur ekkert gerst til síðasta áratuginn í gjaldeyrismálum sem kallar á slíkt. Krónan hefur verið þó að fólki með að trúa því alveg ótrúlega stöðu. Hún hefur bara sinnt sínu hlutverki ótrúlega vel. Hún hefur brugðist við því sem hefur verið að gerast eins og bara COVID og svo við jöfnum okkur eftir COVID. Hún brást við því þegar var svona óvissa og hræðsla í kringum þegar Grindavík var rýmd, þegar var vandræði fóru svona komist í hámæli, þá veiktist krónan. Hún hefur bara þróast mjög mikið í takt við það sem að gerast í hagkerfinu. Mér finnst reyndar að hún sé svolítið hræddur að hún sé of sterk núna, en þú veist, ég hef samt fullt að trúa því að með hvernig hún hefur virkað síðustu ár, að hún muni þá bara svaraði fyrir okkur, gjaldeyrismarkaðurinn muni á endanum svaraði fyrir okkur hvort hún sé of sterk eða veik og hvernig það allt saman sko. En þá vaknar aftur spurning, við getum erfitt að bera okkur saman aðra þjóðunum fórhundin að sjá hvernig svisneski frankinn, hvað hann hefur verið gríðarlega sterkur í þessum ólgusjóhöllum. En hér heima spyrja menn, krónan orsakavaldur, munum við alltaf þurfa að greiða tiltekið vaxtaálag eða hversu mikill kostnaðurinn á krónunni? Nú hafa Evrópusambandssinnar gjarnan gripið til þeirrar orðræðu að það kosti okkur 500 milljarða á ári. Það eitthvað langt frá því. Ég held að sé ekki einu sinni 10% og vel innan við 10%, kannski nokkuð prósent af þessari fjárhæð. Jú, það kostar sjálfsagt einhverja milljarða á ári. Það enginn sem að sjálfur sér neita því. Ég meina, hvers virði er sjálfstæð peningastefna og sjálfstæð mynt til að bregðast í þínum aðstæðum til þess að þurfa ekki að horfa eins og segja, horfa fram í augunum fólki og segja annarkvort þarf ég að lækka launin 10% eða segja þær upp. Það bara býsna dýrmætt að hafa það. Minna, krónan hefur gert ýmislegt en minna, það alltaf sagt já, hún mist svo mikið virði og eitthvað, þú veist, en þú veist, hvar stöndum við samt sko? Við erum bara í toppnum á lífskjörum í heiminum og þá sem þrátt fyrir krónuna? Ég sé á móti, hefðu við komist þangað með mynt sem að væri að gera okkur það mikla skráhefi í raunverulegum verðmætasköpun. Þetta náttúrulega mjög vont, þú veist, þegar endur að skæðin svona með verðbólgu slíku. En allavega, hún hefur út frá bara raunverulegum efnaðslegum árangri og horfur á það, þá hefur gengið sjálfur sér ágætlega með hana. Og það einhver kostnaður en hann alveg stórlega ýktur. Ég myndi segja, ég hef ekki svo sem reikna, það var nefnt þarna í Evróskýrslunni að þú veist þetta getur verið svona einhver viðskiptakostnaður, var einhverjir nokkrir milljarðar og það bara allir gjaldmiðlar í heiminum bera eitthvað álag ofan á bandaríkjadal, eitthvað smávegis vaxta álag. Þú veist, þú losnar ekkert við það saman hvaða mynt þú ert í. Þannig að meiri sé held ég að það yrði mögulega alltaf eitthvað Íslands álag jafnvel þó við værum komið með einhver aðra mynt, einfaldlega bara því að við erum með lítið svolítið skrítið hagkerfi. En þú veist, það hagsmunamat sem að miklu flóknara í besta falli heldur en bara benda okkur svoleiðis fjárhæðir. Eitt af því sem að menn nefna í þessu sambandi gjaldeyrisvaraforðinn og menn sjá ofsjónum yfir því að við séum með nærri 1000 milljarða gjaldeyrisvaraforða sem hér hefur verið byggður upp til að bregðast við mögulegum áföllum. Miðað við þá litlu þekkingu sem ég hef á þessu málum, þá get ég ekki betur síðan að allar þjóðir minna þurfa að halda úti gjaldeyrisvaraforða. Það gerir Evrópski seðlabankinn, kínverski seðlabankinn sem nú að baki öðru stærsta hagkerfi í heimi, hann með bara stærsta gjaldeyrisvaraforða í veröldinu. Bara allir seðlabankar og svona í samingi hlutan ekkert endilega mikið stærri minni en okkar eða eitthvað slíkt sko.
og meina þetta samt alveg fín umræða, meina þú veist við erum náttúrulega með þessum svaka eignir þannig á mjög lágum vöxtum. Mér þætti alveg málefnilegt að velta því fyrir sér hvort það sé ekkert að fjárfesta einhverju hluta í því einhverju sem gefur aðeins meiri vexti, þess að vera að taka einhverja mikla áhættu, náttúrulega bara eðli, þú veist, þetta svona stuðpúði fyrir hagkerfið þannig að þú vilt geta gengið nokkuð auðveldlega á honum, en þetta ég meina, eins og segi bara aftur, auðvitað kostnaður við krónuna, en það líka ýmis ábati af henni og bara eins og ég nefndi inn í byrjun, þú veist, niðurstaðan alltaf svo að við stöndum bara mjög vel þegar kemur að lífskjörum og það hlýtur að vera ágætis mælikvarði á hverju þetta hefur skilað okkur. Annar samanburður sem að menn hafa verið að grípa til að undanförnu, það var að stöðin í Finnlandi. Finnland hefur gengið gegnum mikla sveiflur og hort upp á gríðarlega vöxt í ákveðnum atvinnugreinum sem að síðan hafa nánast horfið eins og dögg fyrir sólu, Nokia oft nefnt í því sambandi, stígvéla framleiðandi sem að fór að framleiða farsíma og gera það ekki lengur. Þar eru menn, samkvæmt opinberum tölum að berjast við mikið atvinnuleysi, sérstaklega meðal ungs fólks. Málefnilegt að kenna evrunni það? Eru menn ekki að fara fram úr sér í þeirri gagnrýni á finnska hagkerfi alveg eins og að þú heldur því að menn sé að fara fram úr sér? Ég held að þetta sé kannski röng leið til að líta á það. Ég myndi kannski frekar að líta á það hvað ef þið væru ekki með evru og efnahagsþróunin hefði verið svona. Hvað hefði þá gjaldmiðillinn þeirra gert? Ég myndi halda hann hefði veikst og hann hefði þá búið til hefði bætt samkeppnishæfni sína og þá verið tilbúin að sækja fram með einhverjum nýjum atvinnugreinum og þá myndi gengið jafna sig á ný. Þetta eitthvað sem að við þekkjum bara mjög vel í praxis sem getur gert, en Finnar hafa ekki náttúrulega augljóslega ekki geta nýtt sér að því að þeir eru í evrunni. Þannig að þú þarft einhvern veginn að horfa á þetta í einhverju heildrænu samhengi, þú veist, hvernig væri það ef þið væri ekki með evruna? Þetta evrunum að kenna, ég held ekki eins og vissum að það hjálpi, ég held að sé bara spurning, þú veist, hvernig væri þetta með evru og án evru? Og þá finnst mér augljóst að það væri allavega einhverju kostir við það, eins og eru kostir við að vera evru, að það væri líka mjög miklu kostir ef þeir væri með sín eigin mynd sem þeir geta brugðist við þessum áföllum og þeir geta sótt fram á nýjum sviðum. Þú leiðir að þið líkur að atvinnuleysi þar væri minna ef að Mér finnst það mjög líklegt, já. Það nánast gefur auga leið. Annað atriði sem að lítur að matvælaverði og það annað dæmi, menn horfa á húsnæðislánin sín og afborgana því hverju mánuði en fólk fer í matvöruverslun nokkuð sinnum í viku og fólki svíður verðlagningin þar, ekki síst þegar fólk nýkomið heim frá Spáni eða Ítalíu, ég tala ekki Grikklandi og fólk telur og réttilega að það geti fyrir íslensku krónurnar sínar keypt miklu meira matvælum, góðum matvælum þar í landi heldur en hér. Hvað satt og rétt í þessu? Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar, hann lofar okkur engu minna en gull og grænum skóm. Sko, núna erum við búin að tala atriði sem þau eru mjög flókin, það erfitt að reikna sér niður á þau og þau eru talsverð svona vafa háð og bara gildismati háð að einhverju leiti svo framvegis. Það er að tala gjaldmiðlamálin. Gjaldmiðlamálin og allt sem við erum búin að tala hingað. Þarna í þessari umræði, þá þetta algjörlega svart og hvít hins vegar í mínum huga og mér finnst eiginlega íslenskur almenningur hann á bara skilið að við hættum þessu afsakið orðbragði kjaftaði. Því að hvernig, og þetta eitthvað sem að byrja að löngu áður fórum í ESB, mér er búin að heyra þessa umræði mörg ár og ég er búin að furða mig á henni lengi að það alltaf verið að benda á, já við erum með svo hátt verðlag og þá höfum við svo slæmt. Hátt verðlag milli landa, það segir eingöngu að við búum með hátt raungengi með önnulönd, að við erum dýrt land. Og það öll sem að svoleiðis lönd eiga sammerkt að tekjurnar þar eru háar. Og þetta bara mjög vel útlistaðar hagfræðilegar ástæður fyrir þessu sem ég ætla ekki að fara yfir hér en allir geta bara flett upp og mjög einfalt sjálfu sér að skilja og hefur ekki verið raki og eitt af því fáu sem ég held að allir hagfræðingar væru sammála en eru það greinilega ekki að lönd sem búa við góðu lífskjör þeir eru einfallega dýrari sjáu bara, prófið bara að fara til einhverja landa í, bara til Indlands og keypti matinn þar keypti eitthvað, það allt mjög ódýrt af því fólk hefur lága tekjur og þegar maður að horfa, hvað skiptir þá máli ef við að bera okkur saman milli landa, þá skiptir náttúrulega svona verðsamanburður segir ekki neitt það sem skiptir máli náttúrulega að við höfum mikinn kaupmátt, hver kaupmátturinn hvað gefa tekjuna sem við höfum með við í þessum löndum og ég svona ákvað bara
því ég lengi velt þessu fyrir mér, hvað maður bara snýr sér við og horfir bara á verðið í hlutfalli við tekjur, að þá náttúrulega blasir við það að verðið í þeim skilningi lágt hér, sem bara hinliðin til að segja kaupmátt sé mikil, og þetta ótrúlegt að þetta sé einhver ásteytingarsteinn og það sé ekki bara allir sammála þetta og það eru bara virtir hagfræðingar sem að einhvern veginn að þvæla með þetta út og suður. Þannig að þetta alveg augljóst. En svo með 25% lækkunina, það líka bara eitthvað sem það bara tóm della, sko. Ég veit ekki hversu mikið matvælaverð myndi lækka ef það lækkar ef myndi ganga inn í ESB. Ég treysti mér ekki til að fullyrða. En Pavel hann hefur farið inn í matvöruverslun og hann hefur farið á veitingahús og sagt þessi hlutur hér eru 25% ódýrari. Nei, það ekki rétt. Það sem að hann að gera, hann byggir á smá texta úr skýrslu Hagfræðistofnunar sem að verða 20 ára gömul, ber saman matvælaverðsþróun í Finnlandi og Svíþjóð allan 10. áratuginn. Sem sagt frá því 4 árum áður en þau gengu inn í ESB til loka áratugarins, þá niðurstaðan að hlutfallslegt verðlag, verður bara raungengi, í þessum löndum það hérna lækkaði 25-30% með Ísland og Noreg. Það sem gleymist hins vegar á fyrri hluta tímabilsins, áður en þessi lönd gengu inn í ESB, að þá féll gengi gjaldmiðla þeirra einhver 20-30% og svo jafnaði einhver leiti en ekki full leiti. Þessi 25-30% bara því að gengi gjaldmiðlana fjallu áður en að löndin gengu inn í ESB. Það náttúrulega ekki gera neitt fyrir fólki í landinu og kaupmátt þeirra, sko. Þú veist, þess að vorum að ræða hérna áðan, þannig að þetta bara einhver tóm della. Það rýrir kaupmáttin á móti í raun til jafns. Já, einmitt, það það sem að gerir samhliða þessu. Eru allavega í besta falli ekkert betur sett. En svo fór maður að skoða hvernig matvælaverð með við almennt verðlag hefur þróaðist í þessum löndum á þessum tíma og jú, það lækkaði með einhver 10%, tæp 10%. En svo maður sé til dæmis eins og Erna Bjarnadóttir hagfræðingur hefur til dæmis bent á að mögulega yrði áhrifin ennþá minni hér en þessi 10%. Þannig að já, ég skal ekki segja kannski leggst maður yfir og reynir að reikna hvað getur verið mögulega áhrif að lækka tolla hér en ég myndi ekki hafa mikla væntingar. Líka annað sem áhugavert í þessu samhengi, bara verðlag á mat með við hvernig verðlag almennt á Íslandi. Ísland bara sama hvað þú berð saman, af því að við erum með frekar hátt gengi og hátekið þjóð, þá bara flest á Íslandi dýrt í raun og veru, ef þú mælir það bara beint í sömu mynd. Matvælaverð í raun og veru sko að draga það meðaltal aðeins niður. Matvælaverð með við annað á Íslandi ekki svo dýrt. Ég veit þetta hljómar fáránlega, en þetta hljómar fáránlega því að öll orðræðan á þessum villigötum sem ég var að nefna hérna áðan. Þannig að ég held að ég allavega verið með mjög hófsamar væntingar það hvernig þetta myndi breytast. Svo náttúrulega því hún nefndi veitingastæðina, líka að hafa það í huga sko að það náttúrulega er áhrifin ennþá minni, því að það náttúrulega misjandi eftir veitingastöðum og árum og svo framvegis. En svona heilt yfir almennt þú fer inn á veitingastað, kannski 1/3 af því sem þú ert að greiða fyrir maturinn sjálfur, matvaran. Restin bara laun, rekstrarkostnaður, húsnæði og svo framvegis. Þannig að það segir sér sjálft að það myndi ekki breytast neitt sem einhverju verulegu máli skiptir. Til þess að ná fram mikilli lækkunin á veitingahúsum þá að lækka launin því að þau eru í flestum tilvikum orðin bara helmingur. Já, bara rekstrarkostnaðin, húsnæðiskostnaði, allt þetta sko. Já. En talandi matvælaverðið og nú ætla ég að spyrja sem sá sem ekki veit. Af hverju getum við ekki komið málum þannig fyrir þó að við séum að há laun hérna? Að matvaran verði ódýrða á pari við spátn. Hvað það sem veldur því að varan, og reyndar ef ég hugsa enn lengra að ef ég fer frá Spáni suður til Marokkó, að þá enn mikill munur þar á milli. Af hverju getum við ekki bara tryggt að matvælaverði sé hér á landi eins og í Marokkó? Það náttúrulega hægt að gera ýmislegt, við getum bara afnumið tolla á morgun og lækkað eitthvað og það náttúrulega hægt að skoða skattkerfið og svo framvegis og svo náttúrulega eru staðbundni þættir sem skipta máli, bara svo flutningskostnaður og bara stærð markaða, hvert svigrúm fyrir stæðar, hagkvæmni, hvernig samkeppni og svo framvegis. En það, í kjarnanum þetta svona, að lönd sem að framleiða verðmætar vörur og flytja til útlanda, þar verður niðurstaðan sú að eins og Ísland gerir, það verður niðurstaðan svo að tekjurnar þar og launin þar, þau verða há og fólki þar fær mikinn kaupmátt. En það náttúrulega verið að keppa við vinnuafli út allt hagkerfið, þannig að það tói náttúrulega launin upp hjá öllum hinum og við verjum eitthvað 60% af landsframleiðslu í laun, þú veist, þegar uppi staðið enda allir peningar sem fáum greitt fyrir eitthvað í vasa fólks, það ekki bara einhver himnum sem tekur peningana
og þegar þessi mekanismi gengur áfram, þá bara óhjákvæmilegt að lönd sem eru rík og með hálaun, þau eru bara því margir brend að búa almennt við hærra verðlag. Heilt yfir. Ef þú svona plottar þetta upp og fyrir að skoða þetta, þá fullt af núansum. Ísland fyrir eitthvað íkt í þessu, en ég held að það sé, eins og staðan í dag bara því að við erum með sögulega sterkt raungengi. Bara mjög hátt raungengi sem hefur verið að gera útflutningsgreinum erfitt fyrir og bara í methæðum, hvort sem horfir á laun eða verðlag. Þessi gögn sem að þú skoðar og í samanburði við aðrar þjóðir, þá niðurstaðan sem svo að matvælaverð í ljósi þeirra launa sem við höfum, þar segir ljósi kaupmáttarins sem við höfum, þá matvælaverðið ekki hátt. Nei, bara lágt. Það bara liggur fyrir. Við erum bara með mikið, bara hin hliðin að segja, við erum með mikinn kaupmátt eins og gögn frá bara IMF, OECD, Eurostat og öllu gallerínu segja, þá kaupmáttur mikill. En nú finnur fólk þetta ekki á eins skinni, fólki svíður það þegar að fara og borgar 15-20.000 fyrir bónusverðina. Ertu þá að segja... Mér gera það líka. Já, þú borðar líka. Já. Ótrúlegt satt. En ertu þá að segja að fólkið í löndunum sem viljum bera okkur saman við, bara fólkið innan evrunar, að það finnur meira fyrir búðaferðinni? Ég myndi segja það, já. Það bara einfallega það sem að gögnin segja. Og svo náttúrulega, þú veist, það sem gleymist oft í þessu, ég veit að margir hugsa, já, þetta ekki mínu upplifun og þetta ekki alltaf svona. Nei, þetta náttúrulega ekki alltaf svona. En heilt yfir og almennt séð, fyrir svona flesta, þá það þannig. Og nota bene, þegar ég að skoða samanburð, þá ég að skoða miðgildi tekna, sem þá ekki skekkt að því að, jú, vissulega sumir hafa miklu aðri tekjur en aðrir. Miðgildin eru svona meiri lýsandi fyrir hinn almenna mann. Almenna borgar. Já. Þú hefur líka skoðað, ég ætla að varpa hérna upp einni mynd sem hefur gengið mann á millum á samfélagsmiðlum til þess að draga þá mynd hvað þetta þungt á húsnæðismarkaðnum fyrir okkur Íslendinga. Þú hefur aðeins rýnt í þessar tölur og hér segir bara að Íslendingurum borgi af 70 milljónum króna húsnæðisláni 89 milljónum meira heldur en Daninn fyrir nákvæmlega sama lán. Þetta sker auðvitað í augun hjá fólki þegar fólk sér svona samanburð. Eðlilega, þetta meina stóra fjárhæðir og muna miklu, en þarna svolítið að bera saman epli og appelsínur. Í fyrsta lagi það þannig að, við vorum að nefna hérna ástæðan fyrir að við erum ekki með háa verðbólgu og háa vexti, það að við erum með meiri launahækkanir. Og hvað Íslendingurinn að fá? Hann að fá margfalt meiri launahækkanir að nafninu til á ári heldur en Daninn. Við finnum kannski ekki fyrir því að það fer svo mikið út í verðlagi að því að það bara skorður á því hvað þú getur aukið kaupmátt, bara af hvernig staðan í hagkerfinu hverju sinni og öðrum aðstæðum. Þannig að það náttúrulega, gera virkum, en hann að fá þessa krónum til að greiða þá í lánið. Bara sem dæmi, frá ársbyrjun 2013 til ársloka 2025 þá hækkuðu laun í Danmörku 30%, á Íslandi á sama tíma hækkuðu launin 130%. Það bil. Og við erum með mynd sem að varpa ljós á þetta sem liðið sem við getum fengið upp á skjáin. Já, þannig að þetta er stór partur. Annað náttúrulega sem mjög mikilvægt að hafa í huga og þarna aftur erum við komin yfir í mál sem eru flókin. Ekki svona augljós eins og mér þykist þetta með matvæla vera. Mjólkurfernuna. Já, einmitt, mjólkurferðan góða, mjólkurferðan úr krambúðinni. Nei. Að það að þú skoðar bara hvernig fasteignaverð í hlutfalli við ráðstöfunartekjur. Og bara spólum aðeins tilbaka. Við höfum alveg prófað að fara í lága vexti og hvað það þýddi fyrir fasteignaverð. Eins og í COVID þá bara rauk það af stað og það var svo sem árin að hluta til líka hækkanina árin undan voru lækkun fjármagnunarkostnaðir sem voru að drífa það áfram að miklu leyti. Hvað búið að vera í Danmörku lengi? Þeir eru búin að vera með rosalega lága húsnæðisvexti. Og ef þú skoðar bara húsnæðisverð með að við ráðstöfunartekjur bara fyrir 100 fermetra fjölbýli, bara með að við nýjustu tiltæku gögn, eins sambærilega ráðstöfunartekjur tölunar ekki alveg að nýjustu, en ég held að það séu nægilega nálægt í samt til þess að lýsa þessu svona cirka, að þá erum við einfallega með, til dæmis við berum saman Reykjavík og Kaupmannahöfn, ég veit ekki hvort að fólk sjá þetta, þá til dæmis verð fyrir fjölbýli fyrir Dana sem að reyna að kaupa sér húsnæði í Kaupmannahöfn, það eitthvað svona 35-falt það sem að falda ráðstöfunartekjur sem þú þarft að reiða út, með ekkert smávegis, bara fermetrar verður held í 1,5 milljón og ráðstöfunartekjurinn lægri en á Íslandi, að nafnum til. Á Íslandi þetta mjög dýrt, okkur finnst það mjög dýrt, af því að vextinni eru háir, en við erum ekki eins og hálfdrættingur þegar kemur að þessu. Svo þetta náttúrulega mismunandi eftir svæðum, það öðruvísi mynd fyrir sérbýli, en heilt yfir fasteignaverð með ráðstöfunartekjur, það frekar lágt á Íslandi. Þannig að það sem myndi gerast ef við myndum fara inn í þetta vaxtaumhverfi, óhjákvæmilega myndi fasteignaverð hækka
umtalsvert. Af því að fasteignum myndi ekkert kaupa, það myndi alveg jafn margir vilja stækka við sig, alveg jafn margir vildu vera að elta þessar íbúðir sem eru til að þá, og þú veist þegar það sem þú þarft þess að kaupa, það eru ódýrar fjármagnið, þá ertu bara tilbúin að greiða hærra verð. Þannig að það náttúrulega vantar, að það þýðir ekki að bera saman, já svona lítur þetta og lán og tér og þarna, þetta bara epli og appelsínur í raun og veru, en það sem náttúrulega samt punkturinn í því sem maður skilur alveg, við viljum ekki hafa 9% vexti. Við viljum ekki verið í þeirri stöðu að það sé aðstæðan. Ég held samt að við viljum ekki heldur verið í þeirri stöðu að það sé bara eitthvað 1-2% vextir, því það er ekki heilbrigðismerki á hagkerfi að það sé vaxtastigið. Hvar það nákvæmlega er, ég veist um að nefna einhverja tölu, þá myndi maður vera svona líða ágætlega í svona 4-5% vaxta stýrivöxtum eða eitthvað svoleiðis, að þá væru við á góðum stað, en það getur verið eitthvað minna eitthvað meira, en alltaf punkturinn er að þetta er, þetta er bara hálfsannleikur að líta á þetta með þessum hætti. Þannig að þú fullir það að með hraðlækkandi vaxtastígi þá myndi fasteignamarkaðurinn hér fara á yfirsnúning. Veit svo mikið hvenær var á yfirsnúningi og náttúrulega færi eftir markaðsaðstæðum hvenær það myndi gerast, sem við værum náttúrulega ekkert að stjórna því eitthvað per se, sko. En ég myndi halda að niðurstaðan, það er bara kannski spurning hversu hratt það gerist, en niðurstaðan er óhjákvæmilega að við værum miklu hærra verð en ella eftir einhver tíma. Nú er talsvert rætt það hvort að það hafa einhverja afleiðingar að segja já, og margir segja já til að sjá, aðrir segja ekki sjá eftir því að segja já. Er einhver ástæða, er eitthvað sem að getur haft áhrif á hagkerfið ef að við förum inn í þessar viðræður, eða er þetta okkur að skaðlausu að fá samningi fram og vega og meta í kjölfarið, hversu betur eða verð við erum sett inn í Evrópusambandinu? Það er náttúrulega rosa erfitt að segja, en við vitum að beinn kostnaður er 2 milljarðar. Ég myndi halda út með óbeinan kostnað bara því að fólk í ráðuneytunum og stofnunum þarf að sinna einhverju fyrirspurnum og einhverju, að það bara því það fólk er ekki að gera eitthvað annað meðan til þess að bæta þjónustu eða vinna einhverjum umbótum eða einhverju slíku. Þannig að ég myndi halda að sá kostnaður væri miklu meiri, og þú veist, hver væri sá raunverulegi fórnarkostnaðurinn á meðan stjórnkerfið væri einhverju leyti bara undirlagt í þessu, en stjórnkerfið á Íslandi, þú veist, með önnur löndin alltaf bara pínu lítið. Það er svona eiginlega, einhvern tíma brandara, sko, fyrir hvern einn mann í stjórnarráðinni, það er bara risastór deild í öðrum svona stórum ríkjum. Það er bara partur af því að vera fámenn. En þannig að það mun vera mjög mikil vinna þar, þannig að ég held að það sé eitthvað sem að með kannski vanmeta hver nákvæmlega áhrifin að því væri, veit maður náttúrulega ekki, því að veit enginn, þú veist, hvaða lag hefði verið samið ef það hefði ekki verið bara að hangsa í þessu, sko. Þannig að það skiptir máli. Svo náttúrulega má velta fyrir sér líka bara í svona þú veist, alltaf ýmislegt sem við getum gert sjálf bara til þess að bæta einhvern veginn efnahagsumhverfið, sko. Þú veist, hvert verður, bara sem að nefna atvinnustefnuna sem að ríkisstjórnin kom með, og það er margt gott í henni sem væri hægt að vinna áfram með. En það þarf náttúrulega svona einhvern pólitískan kjark, og það þarf fólk í vinnuna til þess að það svo vel verði að vinna þau mál áfram. Hvernig til dæmis mynd það þróast ef við setjum allan þungan í að fara inn í ESB og klára þær aðildarviðræður? Ég veit ekki hvert svarið er nákvæmlega, en ég myndi halda hljóti í frekar litlu stjórnkerfi að hafa einhver áhrif. Og svo hefur verið nefnt að minna að, þú veist, á meðan við erum í þessu, þá erum við kannski ekki að vinna eins mikið í fríverslunarsamningum með einhver slíku. Það er náttúrulega eitthvað sem að skiptir máli, þannig að augljóslega er talsverður kostnaður, en svo náttúrulega verður hver og einn að meta hvort það sé þess virði, sko. Einhverju fríverslunarsamningar falla niður og tollar sem Evrópusambandið býr við sem við búum ekki við. Það verður ekkert matverið lagt á þetta í aðdraganda? Nei, menn að þú veist, það eru einhver dæmi það til þess að fatnaður frá Asíu sem að ber eiginlega, held ég, engin toll hér, það er toll frá einhverju löndum inn í ESB til dæmis og einhverjum fleiri vörum. Þetta er eitthvað sem á í raun og veru eftir að kortleggja, og þyrfti náttúrulega væri ágætt að myndi liggja fyrir nú þegar, en það er náttúrulega algjör frumskógur átt að sjá tollamálum hér og talanum í Evrópusambandinu samtímis, en þetta náttúrulega skiptir máli. Ég meina, þú veist, ég held að þú veist, það þurfa allir að kaupa föt, annars þurfa að kaupa mat, sko. Já. Eitt að lokum, horft á hagkerfið, það er talsvert rætt stöðu Evrópu í samanburði til þess við Bandaríkin.
þar sem að landsframleiðsla innan Evrópusambandsins hefur alls ekki haldið í við stöðunni í Bandaríkjunum bara til dæmis frá árinu 2008. Þeir hagfræðingar sem halda því fram að þetta segi enga sögu, þessi hagvöxtur í Bandaríkjunum sé bara í vasanum á 4-5 tækniköllum og að almenningur í Bandaríkjunum hafi það skítt. Kannski bara allt eins gott að vera í þeirri stöðu sem Evrópa hefur verið, að vera bara með hóflegri eða minni hagvöxt heldur en þessi mikla orka og útþensla sem að Bandaríkjunum þú veist, það getur verið að sé eitthvað sannleikskorn í þessu, en mér finnst þetta svolítið mikil einföldun og svolítið skammsýnt að líta á hlutina þannig. Af því ef þú ert ekki með svona þessar efnahagslegu undirstöður með þér, alveg sama hvernig það kannski dreifast frá einu ári til annars, að þú þarft það til að fá svona einhverja framfæri á breiðum grunni. Og bara nóg að skoða til dæmis atvinnuleysistölur, bara hvernig þeir hafa verið víða í álfunni, og það er alveg augljóst að Evrópa hefur verið að glata bara mjög miklu tækifærum bara því að fullt af fólki hefur verið atvinnulaust. Þetta hefur farið skánandi, vissulega, þetta tekur óratíma eftir svona áföll eins og eftir fjármálakreppuna að ná þessu aftur í eitthvað eðlilegt horf. Meðal annars út af því sem við vorum að tala um í byrjun, að þau geta, það er enginn að fara að segja við bara alla, við lækkum laun allir 10%. Það er bara þannig. Til þess að bæta samkeppnishæfnina. Já, einmitt, til þess að bæta samkeppnishæfnina, þar sem fyrir því að löndin náttúrulega í ESB lentu mjög misilla út úr fjármálakreppinu 2008. Þannig að það var bara einhvern veginn meðaltalið sem að ræði þar. Þannig að ég finnst þessi svona, það er bara nóg að skoða Draghi í skýrslunni, og hún dregur þetta allt mjög vel fram að jú, það er tæknifyrirtæki skipta miklu máli. Ég meina, hvar verða framfarinnar í framtíðinni? Þú veist, hvernig standur ESB í gervigreindar kapphlaupinu til dæmis, sko? Ég veit ekki. Það er ekki þátttakandi í því? Nei, einmitt, þú veist, og það er kannski, ég meina með að það er svolítið skammsýnt að líta á þetta svona, þú veist, það er þangað sem við erum að fara, og mér finnst einhvern veginn þurfa að svara því almennilega að ESB taki þessar ábendingar sem í Draghi-skýrslunni alvarlega og gera eitthvað raunverulegt í því ef að hún ætlar að vera samkeppnishæf, og bara ef að, þú veist, ég vil ekki vera ofdramatískur, en ef þetta sem samband ætlar að, þú veist, lifa af sem sterkt og öflugt afl og, þú veist, og sameina Evrópu til góðra verka, þá þarf svolítið að sanna það, myndi ég segja. Þetta er fróðið spjall, Konráð, þakka þér fyrir komuna, og ég held áfram að fylgjast með skrifuninum á Substack síðunni góðu. Takk fyrir. Ég held áfram að birta efni fram að atkvæðagreiðslunni, eða ertu fyrir sumarfrí? Það er svona, við sem að við erum sjálfstæð, það er sumarfrí svolítið teginlegt hugtak, en jú, ég stefna að vera að skrifa eitthvað, þá sem það er eitthvað þessi mál eða annað. Við fáum mögulega að hnippa í þig áður en kemur atkvæðagreiðslunni til þess að fara yfir þau mál. En þá látum við svo lokið hér af vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn. Við óskum ykkur góðrar helgar, við berum góðar kveðjur auðvitað austur í áframhaldandi hitabylgju. Það er ekkert allt of slæmt að vera hér, þó að við myndum vilja hafa aðeins minna af rigningunni. Við sjáumst hér að viku liðinni.